Jordan, búlshúan. Já. Þú búlsari? Já, ég það. Já, en þú veist, ég var það alltaf. En ég fylgist ekkert með körfubolta í dag. Nei, þetta er Bara flott húa. Þetta er bara flott húa. Já, þetta er bara nákvæmlega það. Nei, ég horfði, maður var alltaf að vaka á nóttinni bara að horfa á NBA í gamla daga. Þú veist, maður var alveg að fylgjast með þessu og safna körfuboltamyndunum og allt þetta. Og maður var að horfa á boxið og maður fylgdist með þessu öllu. En síðan einhvern veginn bara datt svolítið út úr þessu. Og núna vakir á nætun út af öðru? Já, núna er ég að spila tölvuleiki. Og náttúrulega með nýfætt barn, bæði. Hvernig fer það saman? Nei, það fer mjög vel saman. Já. En já, það gengur mjög vel með hana. Hún er 4 mánaða í dag. Okay. Og hún sefur á nóttinni, sem er helviti næs. Það er bónus. Það er bónus. Og þú veist, fyrir utan skilur að vakna kannski ein gjöf og eitthvað svona. En ég á 2 stelpur, sko. Ein er 6 ára og það maður þurfti alveg að rifja þetta upp, sko. Okay. Þú veist, þetta var alveg bara svona, já, nú manni. Þú veist, maður er að labbandi þetta með æluna á bakinu og leita einhverju bleiu. Er það í seinnaskiptið? Nei, þetta er léttara í seinnaskipti. Þú veist, maður er miklu róler. Ég man eftir, þú veist, eins og með fyrsta barn. Þá bara, þú veist, þegar hún fór að gráta og vildi kannski ekki drekka eða eitthvað svona, bara, þá var svo mikið panik. Það myndaðist bara algjört panik, bara hvað ég var að gera, ég ætla að fara aftur í apótek, bara að keyra ángað, þú veist, þetta var bara svona. Maður hringi mömmu alltaf, bara, hvað en núna er þetta miklu svona afslappaðara. Já. Maður þekkir þetta. Okay. En tölvuleikir, hvað tölvuleikir ertu að spila? Ég er að spila, sko, akkurat núna er ég að spila Warzone, Call of Duty. Ég hef alltaf spilað tölvuleiki. Okay. Ég er bara, ég man eftir bara þegar ég var hjá afa mínum bara, því ég var, pínlítill. Þá var ég að spila á, bara þú veist, fyrstu lítatölvuna, skilur við. Þess var bara með joystickið og allt þetta. Hvað tölvu var það aftur? Hún heitir Commodore. Commodore, já, alveg rétt. Það ekki? Alveg rétt, jú. Já, og ég hef alltaf verið að spila á tölvuleiki, þú veist, og svo kom náttúrulega bara Nintendo og svo kom PlayStation og allt þetta. Þannig að, en núna, sko, svo, þú dettur maður aðeins út og kemur aftur inn og svoleiðis, en núna er ég eiginlega, ég nenni ekki að spila tölvuleiki nema ég sé með einhverjum. Okay. Ekki nema að komi kannski, þú veist, að því að núna eru tölvuleikir sem eru bara, þú veist, eins og Red Dead, Last of Us og svona, sem eru kínverska fyrir þá sem eru ekki að spila tölvuleiki, en þetta er bara orðið... Það er þess að kínverski fyrst skipta þá bara. Já, en þetta er náttúrulega bara trillt, þú veist, bara, sagan og þú veist, nú er til dæmis, eins og Last of Us leikurinn, það er þeir sem voru að gera Chernobyl þættina, er að fara að gera... Já, þeir voru flottir maður. Þeir voru geggjaðir og er að fara að gera þætti, Last of Us þættina. Þannig að þú veist, það er tölvuleikir, þú veist, það er ógeðslega mikill peningur lagt í þetta og svona. Maður spilar þessar stóru söguþræðleiki. En annars er ég aðalega bara með, þú veist, ég vil bara vera með headphone, vera að drekka rauðvín, vera bara eitthvað aðeins með félagunum, sóna aðeins út, sko. Ég, þakka fyrir, sko. Ég hef bara spilað 2 tölvuleiki. Já. Og ég var háður en báðum, sko. Super Mario Bros. Já. Og svo Football Manager. Ég hef aldrei dottið inn í Manager. Það er rosalegt. Er það ekki bara, það er alvöru fíkniefni bara. Já, fíkniefni og svo fattaði ég nefnilega svona lifehack fyrir 10-3 árum að iPad er með svo gott batteri og Football Manager er mesti tíma þjóður í heimi en maður er að fara í flug og hendur í 1 season í Manager þá bara, þú veist, ég var að fljúa bara til LA 9 tíma flug, bara búið. En þetta ekki bara, ekki fantasy svolítið tók það ekki sem á við? Þú veist, það ekki nánast bara Manager? Jú, svolítið, sko. Já. Svolítið. Það er eina, sko, því að ég horfi heldur ekki fótbolta. Nú, ok. Nei, þú veist, ég horfi náttúrulega bara þegar Ísland er að spila á eitthvað svona. Ég er alltaf grjótharður Newcastle bæði, sant? Já, við komum kannski inn á það eftir. Þú gerði þarna... Já, ég gerði skett. En Akkur byrjar að halda með Newcastle? Það var bara sama, sko. Það var bara... Alan Shearer? Nei, afi minn var svo mikið, Alan Shearer að sjálfsög, og Andy Cole, sko. Þú veist, það er mínu menn, sko. En nei, afi minn, hann var rosa square guy, sko. Hann var, hann hélt með KR og þá hélt hann líka með Juventus og líka með Newcastle. Því að hann nefndi ekki að vera flækita neitt. Það var bara búningurinn, bara svartur og hvítur. Við höldum bara með því. Og svo man ég eftir að við fórum stundum svona, þegar ég var hjá honum og svona í pössun eða eitthvað, fór hann með mig og við fórum og tippuðum og fekk ég að gera eitt seðil, sko. Ógeðslega gaman, sko.
En þetta kom í rauninni bara það, sko. Horfðir þú eitthvað á Newcastle þegar Shearer var að spila? Já, ég gerði það. Ég horfði á fótbolta. Ég fylgdist ógeðslega mikið með íþróttum og ég var náttúrulega að æfa fótbolta líka. Þú veist, ég var að æfa fótbolta þannig að ég var bara úlingur. Og þannig að en síðan einhvern veginn bara, þú veist, fekk ég bara önnur áhugamál, sko. Þú veist, bara byrjaði bara, nefndi líka að horfa meira á fótbolta og allt þetta. Þú fórst í þar sá ég að þú hefur unnið sem málari. Já, ég var að mála í 5 ár, sko. Ég var eiginlega bara orðin, sko. Ég var að mála hjá Hannesi, Valgeirssyni málara, sem er geggjutýpa, sko. Hann er æðislegur. Og við vorum að mála nokkrir, mjög skrautlega týpur, sko. Og ég var í 5 ár, hann var alltaf að segja, taktu sveinsprófið. Akkur er ekki búin að gera það og þú getur, ég skrifi upp á tímana og allt, skilur, þú veist. Ég vissi bara, ef ég myndi gera það, ef ég myndi verða löggiltur málari, þá er ég bara málari. Þá myndi ég ekki gera þetta annað, þá er ég bara málari. Akkur, ertu þannig típa? Já, þú veist, nei, bara svona, ég vissi bara, ef ég myndi klára málaran, þá er þetta bara, ég hætti áður en ég gerði það, sko. Ég skil. Því ég vissi bara, ég ætla ekki að vera málari, þetta var bara smá stopp. Já. En svo var þetta bara gaman líka, þetta var bara fínt. Það var reyndar veisla þegar maður fekk að mála. Ég var aðalega, sko, þetta var þegar Grafarholti var að rísa upp og það voru blokkirnar allar. Þannig að maður var bara inn í einhverju blokk að, heilsbasla og slípa og með vélarnar og þetta er ógeðslega þungt allt, maður kom bara heim einhvern veginn og setti efri líka mann bara svona í bakarið, sko. Og svo var þetta bara blokk eftir blokk eftir blokk, spólað tilbaka, þá voru einhver aðri gæjar komin inn og búin að skemma og svona, allir yðina að menna þvælast fyrir hver öðrum. Þannig að maður var bara svona, þú veist, þú varst bara í svona hring, að laga, ný blokk, það var svakalegt, sko. Við eigum þá báðið þátt í uppbyggingu Grafarholt vegna þess að ég var að malbika. Er það? Já. Og Grafarholti var dálítið erfitt vegna þess að það var sem sagt, við fengum alltaf frí frá því malbygginu þegar það var rigning. Þú veist, þegar það var búið að rigna, þá var ekki hægt að malbygga, sko, eins og neyri bæ, nema það var nýbygg. Má ekki bara veipa þetta inn í þessu? Er það ekki? Jú, þú veist, Hvað ertu með í? Ég er með 20. Í styrk. Það segir mér ekki neitt. Nei, þú veist, ég náttúrulega var búin að, ég byrjaði mjög ungur að reykja. Og ég var búin að reykja rúmlega helminga ævinar var ég búin að reykja. Og svo kom bara sá tími þegar eldri dóttir mín, þegar hún var svona farin að fatta bara svona, af hverju, og þú fer svo oft út með ruslið og eitthvað svona, að ég reykti ekki fyrir framan hana. Ég var alltaf að fela það. Svo var ég að tala við menn, þú veist, félaga mína sem, þú veist, þeir bara býtu bara, svo fyrir hún að spyrja út í lyktina og allt þetta. Þannig að ég var bara einn daginn, ég var bara með sígarettu, svo bara hendi henni. Ég var ekki búin að ákveða að það var eitthvað síðasta sígaretta mín. Þetta var bara sígaretta, ég var með sígarettur í vasanum. Labbaði bara inn í veipbúð, mér finnst þetta ógeðslega glata bæði, mér finnst þetta svo asnalegt. Ekki nógu kúl. Nei, þetta er bara svo asnalegt, maður á bara að hætta, en þú veist, ég er líka í því, að vinna í því, og ég labbaði bara eins og bara, herru, ég ætla að hætta að reykja, ég þarf bara að fá sterkasta sem átt, bara því að ég bara reyki mjög, ég reykti rosalega mikið, sko, ég er algjör, ég líka með, þú veist, tekki vör núna og svona, ég er svona, bara... Kittir í tekkjónum bara? Já, einmitt, það er bara, þú veist, ég ætti bara að vera með þetta allt, sko, bara plástra á bakinu, bara, en já, ég labbaði bara inn og svo, en, þú veist, þetta virkaði, þetta fékk mig til að hætta að reykja, sem ég geggja. Og svo núna er ég að, þú veist, bara, og ég er bara að minnka mig alveg niður í þetta og svo er það bara, næsta skrif er bara að hætta. Þú bara veipar eins og vilt hér. Já, en fyndið saga, þegar við erum að tala um veipa, verði ég að segja hana. Já, komdu með hana. Ég er ekki viss hvort ég hef sagt það sögu áður, en áður en veipi kom hingað, þú veist, það var ekkert komið veip. Þá var félagi minn sem býr í Danmörku, þá kom hann með svona veippenna. Sagði mér bara frá þessu, bara heyrðu, þetta er bara, þú veist, þú getur bara veip og reykt allstar, bara í bíó, inni hjá þér, bara allt þetta, ég bara þegjum að ég er ógeðslega peppar, ég bara kottu með þetta og ég fekk að ekki þetta. Já, með vökva sem voru ógeðslega sterkir, sko, djöfull var þetta sterkt maður, þetta var bara, það var alveg grjótart. Og ég náttúrulega bara hélt upp á þetta, ég reykti allstar, ég reykti í bíó, ég reykti heima, ég reykti á ferðinni, ég var í bílnum, ég var bara alltaf með pennan.
og náttúrulega reykja bara sígarettur, þetta var bara svona eitthvað svona, fyrir mér var þetta bara svona, hei, nú get ég bara reykt líka allstaðar, þú veist, það sem ég get ekki reykt sígarettur. Síðan eftir einhverja 3 daga, þegar ég var búin að vera með þetta, vinna með þetta, þá fekk ég bara ógæðslega háan hita, var bara, ég var bara grári í framan, bara eins og nafnspjald í framan, og það bara, og það, ég er ekki dögast svolítið, ég lag, sko, það lag úr mér, sko. Þá kom í ljós að ég var bara komið nikotín eitrun. Shit. Þannig að ég bara, ég reykti mig í nikotín eitrun. Það er rosalegt. Það er rosalegt, sko. Hvað það maður að fá mikið nikotín til að vera? Ég bara veit það ekki, sko. Það var bara, þú veist, liðið að nufrá bara, það heyrir ekki þetta á hverjum degi. Fórstu upp á spítalega? Já, ég fór upp á spítalega. Og hvað var gert? Það var ekkert gert, ég var bara sendur heim. Það var bara beðum að sleppa að reykja. Þetta var agalegt, sko. Þetta minnum á, ég þurfti ekki eitrun til þess, sko, fyrsta skiptin sem ég var að reykja, þá, þegar ég var að laumureykja, held ég að vera 10-11 ára, þá var ég búin að éta einhverja rækjusamloku eitthvað, og ég var svo svakalega óglatt. Og þá var ég hvítur í framan, sviti, ældi. Nikotín eitrun, ég held ég hafa bara aldrei heyrt það, sko. Nei, þetta er bara, þetta er agalegt. Ég er ekkert vissum að margir Íslendingar fengið þetta. Nikotín eitrun, þetta er örugglega ekki. Örugglega ekki. Þú getur alveg að leikið einhvern einhyrning með þetta, sko. Já, allir það ekki frá. Nei, við vorum að tala vinnur á hann. Þetta er svo skemmtilegt, svona ADHD. Já, ég veit að við erum báðið með það, held ég. Ég amalbyggið á, en ég, nýbyggið í Grafarholtið það var bara endalaust alltaf sumarað undan, þá fengum við alltaf frí þegar það var rigning. Svo var alltaf Grafarholtið klárt og nýmalbyggi mátti leggja þó það veri grenjandi rigning, þannig að ég var alltaf að vinna í Grafarholtinu úti þegar það var grenjandi rigning. Það er mín tenging við Grafarholtið, sko. Já, ég sko... En við eigum það sameiginlegt að hafa komið bognir úr vinnunni vegna þess að þetta var mjög líkamlegt og erfitt, sko. Já, og ég hef unnið við allan fjandann, sko. Og ég toldi aldrei vinnu. Aldrei. Ég var sko, þú veist, ég var málarinn alltaf. Ég var þar í 5 ár. En svona undan því, þú veist, ég var að vinna hjá íslenskum aðalverktökum. Það var agalegt, sko. Svo var ég að vinna hjá móum, það er svona kjúklinga og þú veist, máli er að ég er algjör snáði, sko. Við erum svona gaman að fíblast og ég er gaman að þessu. Og það var svona, ég var að færi bandavinnu, þú veist, það var hárnet og vesti, svona vesen og það var að setja svona kjúkling í bakka áfram, kjúkling, og svo var ég svona að leika mér svo var einhver annar gæi, ógæðslega fúll gæi að taka móti þessu og á plasti þetta og og þá var ég stundur svona að lauma bara svona heilum, bara svona beint á bandið þannig að hann myndi plasta bara svona einhvern einn kjúkling, þá stoppar hann allt og kemur og klaga mig og þetta var svona stemning sem var glötur, sko. Ég held ég að vunni þarna í 2 daga. Varstu reykinn? Já, og ég var vinsalast bara, við fundum bara saman svona úti meira svona að þetta væri ekki alveg fyrir mig. Já, ok. Þú veist, ég var bara reykinn og svona fínan haft, sko, já. Ljóma svolítið er svo, sko, Ingo Veðuguverðin hjá mér daginn, hann sagði að skipta fólki í 2, listamenn og ekki listamenn. Já. Og listamenn eiga erfitt með svona djóp. Já, ég á rosalega erfitt með svona dót, sko. Þú verður að búið til vist úr þessari færibandavinnu. Já, svo var ég að búa, eins og var ég að vinna á Nestek, sko. Það var, þá var ég geimdur bara út í porti, sko. Þeir voru að spara, sem sagt, þið tóku öll dekk sem voru ónýtt, þá voru sett upp á svona apparat sem þú íttir að takka, þá snýrist ekki í hring og þú ættir að skera sér satt ofanægi, snúaði við og hinum einn og þá það komið í þrennt og henda þá getur nýtt gáminn betur. Og það var alltaf, sko, ég var 16-17 eða eitthvað, slapp við úlingaunna og fekk vinnu þarna, sýsti mér þekkti eitthvað til þarna og þá var ég að gera þetta og ég var bara, þá var ég, sko, ég með í dag svona 8 ör á lærinu því að ég var alltaf, dúkarhnífurinn var alltaf það fór alltaf, ég var alltaf að koma inn, heyrðu, ég verði að fá að fara heim, sko. Þetta var, ég held ég sé svo lélegur starfskraftur í ykkur svona, sko. En mjög góður í öðru. Já, því sem maður hefur áhuga á. En maður hefur áhuga á einhverju. Þá, þú veist, þá hefur maður líka, þá er maður bara, þá leggur maður sér líka mikið fram. Já, sem einmitt, mér langaði að rósa þig fyrir það. Ég teki eftir í alveg frá því þú byrjaðir að það er rosa mikill metnaður í því sem þú gerir, mikið vinn á bakvið þetta. Já, takk fyrir það. Langaði þig, er það ekki rétt munið að þið langaði að verða leikstjóri? Jú. Hvaðan kom það? Bara...
það komi, þú veist, ég veit það ekki, það eiginlega bara, þú veist, það var alltaf bara eitthvað að trúðast og svo fór maður að, þú veist, svo byrjaði maður að safna bíómyndum, eins og ógeðslega margir gerðu og og það sem ég gerði, sko, ég nú ekki rosalega stoltur að ég viðurkenni það alveg, en ég, sem sagt, ég var alltaf að kópera bíómyndir. Ok. Sem ég var að því og svona, og svo líka taka upp bíómyndir bara taka upp úr sjónvarpinu á Stöð 2 og svoleiðis. Hvernig kóperaði maður bíómyndir? Maður kóperaði bíómyndir bara, það 2 vídeótæki bara. Alveg rétt. 2 vídeótæki og þannig klippti ég líka allar myndirnar sem ég var að gera, bara svona stuttmyndir og sem sagt, og svo oft var svona kóperulæsing, sko, en þú veist, ég var ekki búin að finna leið til að finna út af því, sko, og svo fór ég upp á Nú er að rifjast upp fyrir mér alveg heil heimur, maður. Já, svo fór ég upp á vídeóleigur og stál hulstrónum. Þannig að, þú veist, ef ég tók kannski líka myndu upp, þú veist, ég tók upp hérna bara The Pest eða Nutty Professor eða eitthvað sem var í sjónvarpinu. Bara longplay, gamla og góða. Tók hann upp, svo fer ég bara á vídeólu, stál hylkinu. Svo var ég bara með svona minn eigin rekka heimi á mér. Eigin vídeólegu. Snill. Algjör fáviti. Vídeólegur, maður. Já, en ég gerði þetta líka þegar ég var að byrja að gera stuttmyndir og svona. Þá gerðum við þetta alltaf. Þá vorum við með 2 vídeótæki og klipptum á þeim. Og hérna, þá var bara, þú veist, playað og einnig, þá tóku við, settu þetta yfir á spólu og svo bara playað og rekka á henni. Og þetta djöfis vesen. Þetta ógeðslegt vesen, maður, og síðan var þetta líka allt svo mikið vesena því að við vorum að skjóta bara á svona, bara þessar, hérna, 8mm spólur. Þá var maður alltaf bara með, þú veist, snúru, svona jacksnúru í geislaspilara, ferðageislaspilara og þú búin að finna lagið og sekundutalninguna og búin að reikna út hvar þú ættir að vera með þetta stilt, skilur, kannski í level 6 eða eitthvað svo þetta myndi sounda ágætlega og svo íttur að playa á því, rekka á kamerunni og svo helst á þessu bæði, skilur, og þá ertu að gera eitthvað senu með tónlist undir. Shit, þeir veit ekki hvað þeir hafa gott, þessir gæjar sem þeir að byrja bara á sér dag. Sko. Ég veit það, sko. Þeir þekki ekki harkið, sko. Þetta alveg hark, maður. Ég hef búin að gleyma þessu, sko. Þetta er, já, ég er ógeðslega mikið að við gerum ekki annað en að taka upp, sko. Þannig að ég er ógeðslega mikið að... Á hvernig vélar? Við tókum fyrst upp á svona 8mm spólur, svo 9 típuna af þeim og svo tókum við upp á bara DV spólur. Hvernig kamerur voru þetta? Ég held þetta, fyrsta kamera mínu var bara svona Sony-vél, sem var bara, ég man ekki hvaða típa, hún er svona algjör svona típa sem hún sér bara eitthvað svona pappa með í einhverju svona lélegri grímmynd, skilur 90s mynd, bara svona, þetta er svona hlungur bara, og svo hérna, og svo ég keypti nokkra, sko, en svo vél númer 2 sem ég keypti, hún kostaði 160 skall, sem var mjög mikið á þeim tíma, og ég man eftir að ég var bara 16-17 eða eitthvað, nýkom með debitkort og svo leiðis, og ég fór í banka og tók yfirdrátt, og mér var, sem er svolítið skrítið, það var ekkert vesen, ég bara, ég ætla að fá yfirdrátt bara fyrir þennan byrjing, svo fór ég bara að keypti vélina, ógeðslega glaða með hana, og ég endaði held ég á því að borga hátt í hálfa milljón fyrir þessa vél, þegar ég kláraði að borga hann bara 20 eða eitthvað. Shit. Já. Hvað hérna, sko, þannig þú ert að gera þessu stöðmyndir, hvenær er það því að svo er það monitor tímabilið, þannig er eitthvað tímabilið á undan eða ekki? Jú. Sko, að því þú ert búin að vera djöflast dálítið lengi þegar að svona, þetta tekur dálítið að stað. Já, örugglega bara hátt í 10 ár. Já. Þú veist, það var hérna... Varst að reyna að ná efninu inn í gegn á YouTube eða... Já, maður var reyna að komast, fór inn á YouTube og svo var maður með, þú veist, svo var hérna, svona kom bloggæði, mannstu til því? Það var eitthvað með allir svona vinahópar að blogga og þar var maður að reyna að koma svo inn og maður var bara einhvern veginn alltaf að reyna einhvern veginn að pússa þessu, þú veist, og hérna sýnit í skólanum og eitthvað svona, en þetta var náttúrulega bara svo mikið drasl, þú veist, þetta var bara ógeðslega lélegt náttúrulega, en þú veist, líka á þeim tíma held ég, sko. Er það? Já, ég held það, já, þetta var svona skrítin húmor, sko, en síðan voru líka allir orðin svo þreyttir á mér, sko, þú veist, það nefndis enginn, þú veist, það hafði enginn annar áhuga á þessu, þannig sé, vorum bara kannski 2-3 sem hafði einhvern áhuga á þessu, restin ekki, sko. Þannig að þú veist, ef ég var að fá einhvern vin minn til að koma, þú veist, þegar hann er að koma í smá stund, þá vissi hann alveg bara, fuck this man, ég er að fara að vera hérna í 5 tíma, ég þekki þetta alveg, og það nefndis enginn. En þarna er þetta sem ég er að tala um á þessi metnaður, sko. Já. Þú veist, að því þú hefur haft það gaman að þessu, þetta er svona ástríða, sko, að þú nennir að leggja inn klukkustundunar. Já, ég nenni því, sko, og ég er algjör svona dundari, mér finnst ógeðslega gaman að vera, hérna,
að máta og pæla og eitthvað svona, sko. Það er svona, mér finnst leiðilegt að vinna eitthvað ógeðslega hratt, sem ég gerir samt eiginlega yfirleitt, sko, því það er bara keyrsla á... Já, við erum að gera alveg nokkra seríur á ári og svona, en mér finnst ógeðslega gott samt stundum að geta staldrað eins við og bara svona aðeins að máta og... Er það ekki með það sem að leikstjórar elska, að fá svolítið að nostra við hlutina? Jú, ég held það, en þú veist, svo er það líka, þú veist, svona þetta klassíska vinnuferli með sjónvarp, sem þú náttúrulega ert búin að vera líka mikið í sjónvarp og svona, þú veist, og ég held að þetta sé örugglega svipað með það, þú veist, eins og með leiki, þú veist, þetta er svona, þú veist, það er skrifa handrit, svo er bara farið í tökur og svo er þetta bara farið og klift, þú veist, svona í stuttu. Og það er bara að menn gera, þú veist, skilur þú bara skrifur eitthvað handrit og svo ert þú bara fann að gera eitthvað annað og leikstjórinn, hann leikstýrir þessu og svo fer hann bara leikstýrir ykkur öðru og svona. Og við finnst stundum vanta bara að menn sitji lengur yfir, en þú veist, þegar þú ert að vinna þetta, þú veist að það er alveg hægt að gera svo mikið, þú veist, þú ert búin að taka upp sjónvarpsseríu og hún er komin í klippistúdíó og svona, þá finnst, þú veist, þá átt að fara að bæta við djókum, þú veist, þá átt að fara, ok, döppum hérna og við getum styrkjum þennan brandar bara með að við klippum aðeins hérna, látum hann segja þetta og svo förum við hingað og þá getur við búið til einhvern veginn miklu betri timing svo oft og gert svona, þannig að það er þetta nostur, það er ekkert að segja að þetta breyti seríunni, en þetta gera hann svona 15% betri. Já, en þetta er einmitt kannski element sem að mig vantar stundum, að því ég kem, svona mín sjónvarpsvinna byrjar einhvern veginn í fréttum, það sem bara svona, ég ger eitthvað og það bara komið í sjónvarpið sama kvöld. Ég veit það, já. Þá verður maður svolítið háður því, þá er erfitt þetta nostur eitthvað. Já, ég veit það, og mér finnst þetta að vera ógeðslega skemmtilegt ferli, þú veist, mér finnst geðveikt gaman að vera bara með mjög hrátt klipp og og reyna svona að finna, þú veist, ok, hérna er pláss fyrir þetta og svona. En er það ekki með þannig að þegar maður er komið með efnið í klippherbergi og maður er með að fyrir fram að sig, þá koma nýjar hugmyndir? Jú. Sem væri gaman einmitt að execúta? Já, algjörlega. Þannig að þú veist, og svo finnst mér, þú veist, svona, ef ég mætti ráða, ef við varum bara að fara að gera núna sjónvarpsseríu 2 saman, ef ég mætti ráða þess alveg, þá myndum við gera bara tökuplan og svo myndum við hafa inn í tökuplaninu 2-3 auka daga sem við ætlum bara að geyma. Svo getum við bara farið, tekið þetta upp, klippum þetta, sjáum alls konar tækifæri þar sem við sáum kannski ekki. Herru, við eigum alltaf þess að 2 tökunda, förum bara út, notum þá til að bæta og þú veist, það finnst mér svona, þú veist, það finnst mér að vera mjög sexy pæling, sko. Ég er sammála. Mér finnst það góð, þetta er svona hugmynda góðu verklægir. Sko. Já, en svo hendar þetta náttúrulega ekki alltaf. Þetta hendar náttúrulega fyrir, þú veist, þessa milliþætti og jafnvel þessa ódýru þætti. En svo þegar þú ert komin í kannski, þú veist, með risakrú og dýrar vélar og svona, þá ert ekki að fara að hóa í þetta lið aftur. Þú ert ekki að fara að taka allan sirkusin í pick-up dag. En þetta virkar ógeðslega vel fyrir svona þessa litlu þætti sem eru bara nokkri sem koma að þeim og það er hægt að leika sér að þú veist bara, herru, djöðlar er gaman að skjóta þetta, þú veist, þarna bara já, við förum bara til bíl, við pössum allir inn í, við erum bara 5 eða eitthvað, brunum þú veist, og gerum þetta, það finnst mér ógeðslega frjálslegt líka. Manstu eftir hvaða skets eða vídeo það var þar sem þú svona einhvern veginn vissir þetta náði í gegn og nú er þetta svona orðið að einhverju? Já, sko ég var komið með, held ég, svona lítinn svona hóp sem var farin að fylgja mér bara eftir að ég byrjaði í útvarpi sko 2004 held ég, en þá var ég búin að vera að gefa út blöð í Mosfellsbæ og eitthvað, ég var búin að djöflast mikið í Mosó. Hvaða blöð varst að gefa út? Ég gaf út blað sem heitir Lokal. Lokal og ég og félagi minn Hilmar Gunnarsson sem er núna hann er ennþá að gefa út, hann er með bæjarblaði núna sem heitir Moslingur, mjög svona metnafullt bæjarblað, gerir mjög góð hluti. En þetta var sko, þegar ég man ekki, þetta var eitthvað 2002, 3 eða 4 eða eitthvað, ég man það ekki. Voru mjög ungir, hann kunni að gera grafíska, ég var búin að vera að skrifa í bæjarblaði sem Kalli Tom var með, trommari Gildrunar, Karl Tómasson var rist, algjört legend, og ég var búin að vera með svona úlingahott þar, þú veist, ég var búin að vera að skrifa eitthvað þar, og svo bara og hann var eitthvað að hjálpa honum að brjóta blaðið upp og svona, og við ákveðum bara, ég vil ekki bara gefa út blaðið fyrir ungt fólk, bara svona fyrir unga fólki í Mosfellsbæ, og við gerum það, við gerum þetta í 1 ár og gáum út 12 tölblöð, en það var nánast ekki stafur í blaðinu sem meikaði sens. Þetta var bara, það voru fullt af viðtölum en viðtölum voru aldrei tekin.
það var bara mynda fólki, það kom bara kannski mynda af einhverju náunga sem bara býr í einhverju hverfi, bara sem samt mósellingur og vissi allir sem bara hélt úrsus. Kom að mynda hélt úrsus og opnuðu viðtal við hann sem hann tók aldrei þátt í. Það var bara spurningar og það voru svör og það var allt, skilur við. Og þetta var bara svona. Hvernig tók mannskapurinn í það? Það misvel, sko. Já, ég veit ekki það alveg. Það var stundum alveg vesen. Þetta geggjuð hugmynd. Já, það var það var ekki heil brú í þessu blæði, sko. Og það var, en samt vorum við fullt af auglýsendum og allt það, sko. Ég man eftir til dæmis líka, það var ein grein í blæðinu, sko. Djöfull fannst mér að fyndi maður. Það var eigandi draumakaffi sem var með draumakaffi í Mosfellsbæ. Bara eldri maður, viðkunnarlegur, bara næs gæi. Og hann var að auglýsa í blæðinu. Og þá vorum við eitthvað að tala hann var í svona slúðrinu í blæðinu. Þá vorum við eitthvað að segja mitt að hann væri og hann sofi með heyin á sér og þjónum við svo gott að klæja og tegir á skinkunni einhvern meginn, geymir hann í rassinum á sér og tegir á henni svo hann getur nýtt hana betur á pítsunar og eitthvað. Þetta var bara eitthvað svona, við erum að tala, þetta var bara 15-16 ára gæi sem var bara, ég gæti skrifa hvað sem Okay. og hann síðan, ímyndaður bara þegar það væri hann opna blaðið og sér bara eitthvað kjafta þessu viðtal við þig og svo fyrirtækið fyrir neðan auglýsingin og það var bara nei, það var bara hringt í mann maður bara fór að fund þetta gengur bara ekki nei. Sem þetta var hár rétt jörn, þetta gekk ekkert Þetta endaði? Já, en við bara okkur langa alltaf bara að gera þetta í ár og við gerum þetta í ár og þetta var ógeðslega gaman, sko. Þetta var geggjaði tími. Þetta þá svona, því þegar þú kemur með slúðupakkaðin inn í FM 95 blöð, er þetta upphafið? Það mætti kannski segja það, já. Þetta hafi byrjað þar, sko. En ég var á þessum tíma, þetta hefur verið 2004. Ég nokkuð vissu, af því að ég held ég hafi verið byrjaður í Borgó. Og ég var á fjölmiðla, fór á fjölmiðlabraut. Okay. Og ég var svo ósáttur það, sko. Og ég var búinn að þrasa eitthvað við kennaran, einn kennari, ég með marga kennara, og það endaði eitthvað með þannig að, mér fannst ég ekkert vera að fá bara, vera að gera neitt í rauninni, sko. Og við rifust eitthvað og blablabla, og svo fór ég upp í skólan, sko, og skellti blöðunum á borðið. Það var svolítið gott moment, þannig að ég svona... Alvöru verknám bara. Já, það var svolítið gott. Og hvað það síðan eftir þetta? Hvað það sem að vídeóin fara að pikka upp? Svona af einhverju ráði? Það í rauninni, það gerist náttúrulega eitthvað á YouTube og svona, en það í rauninni bara þetta monitor tímabil. Það sem að, monitor blaðið, sem kom alltaf út einu sinni mánuði, sem var ógeðslega flott blað. Voru Atli Fannar var hann? Hann var þá bara, ég held að hann hafi verið penjar. Ég man ekki hver var að ritstýra, ég veit að Hrefna Björk var hann. Atli Fannar var á tímabili, svo Björn Bragi líka. Hann var kannski seinna. Já, Björn Bragi og Jón Jóns og þeir MBL, það var seinna. Það var seinna. Já, þetta var bara þegar þetta kom einu sinni í mánuði og þá var þetta líka, var þetta ógeðslega veglegt blað. Ég meina, það var alltaf rosalega flott forsíðu mynd, þetta var svolítið svona í anda fókus og lagt svona vel í forsíðuna. Hallmar var að photoshopa þetta allt og þetta var svona alveg cool dót. Og það var búið að vera í gangi og svona og það var þau ákveða að gera sér sjónvarpsþátt. Monitor sjónvarpsþátt. Alveg. Og mér kift inn í hann. Þar byrjar þetta? Þar byrjar þetta svolítið. Þar kom alls konar sketsar inn, Rólegu Kífer og eitthvað svona, ég veit ekki hvort þú munir eftir þessu. Þetta var bara svona, sem urðu alveg bara svolítið stórir. Og þetta var á Skjá 1. Þetta var sýnt á Skjá 1. Þetta sé rétt eftir að ég hættur á Skjá 1. Manstu hvað árið er? Þetta hefur örugglega verið 2007 kannski, 2007-2008. Já, en þá er þetta áður en ég kem inn á Skjá 1. Já, þetta getur verið áður. Ég kom inn á Skjá 1 2009. Já. Og svo í rauninni og svo í kjölfari þá gerum við Steindan okkar. Og þar virkilega springur þetta, af því að ég er búin að kíkja þess á, ég er náttúrulega búin að sjá þetta í gegnum tíðinni, fór að kíkja þess aftur á svona bara gamla YouTube-dótið. Já. Og þetta er alveg með skuggalega mikið áhorfum. Já. Þú veist, á íslenska mælikvarða, sko. Já, bara sketsar úr seríunni. Já, og bara bæði sketsar úr seríunni og líka bara meira. Hvað verðum við með þarna, Kitty? Erum við ekki með eitthvað
Svo er líka með Þetta næst, þú ert bara með eitthvað sjónvarp og getur hendur klippum Það spurning hvort ég ætti að fara að ná í einhverja joystick að þannig að getum fara að spila dörfuleiki. Já, það er ekki aðeitt. Það er ekki aðeitt. Hérna er geðið fýtt gaur. Já, ég man eftir það er Ásgeir Orri leikur í þessum skets og gerir lagið, Stop It Go, gerir lagið með okkur og ég man eftir að ég hef alltaf verið að fylgjast svolítið vel með bara hvað aðrir að gera líka svo menntaskólanir og svona þú veist, bara aðtuga hvort að þú veist að því að það er eins og að koma nokkra ára fresti þá koma alveg bara svona dundu grúppur sem er að gera góða hluti og hann var einn af þeim og ég fekk algjört man-crush á Ásgeir og ég hringi í hann fyrir þetta og ég segi, heyrðu, mér langar að fá þetta að gera lag með okkur og mér langar að fá þetta að leiki skets Kíkjum að svo það Herru, ég fekk bara til vinstri. Nei. Ásgeir. Ég er mikill aðdáandi maður. Já. 12-0, dýrka sketsana hennar. Herru, steindin okkar, þetta er bara algjör snillt. Sorry, ég sagði rekast á þeim maður. Ég meina, þú veist, ég var búinn að fá mér bjór og svona. Ég vil þetta er í fínn á þessu. Herru, já, djúið varum að til í kaldan. Ég var bara að fá mér bjór að þetta er í fínn á þessu, sko. Hví ekki? Djúvillastu fínn gaur. Herru, þú sjálfur maður, bara geðið fínn. Hvernig er spara? Mér finnst þú alveg geðveik fíkur Mér finnst þú alveg geðveik fíkur Ég er að fá svo mikið flashback og horfa á þetta sko Já Ég vil þekkja þig betur en alla Kynnast þér, kynnast Það er gaman að skoða gamla dótið því maður er búin að gera svona mikið þessu Já, það er ógeðslega gaman en ég man líka bara eftir þetta lag, þú veist, og lögin úr steindanum okkar Hörðu, þú veist, Þá verður þau bara að gera Hörðu, þú veist, þetta var bara einhver strengja Það náði rosa flugi Það náði rosa flugi En það er ein saga í þessu sem ég fæ bara flashbacki með það, sko Ég man eftir að þegar við vorum að gera þetta er í seríu 1 að steindanum okkar og við vorum að klippa þetta heim í á bent við náttúrulega bara að gera þetta við erum bara tveir að bralla þetta og sem sagt Skarpi sem er núna dagskrárstjóri á RÚV og Pálmi sem er dagskrárstjóri á Símanum þeir eru sjónvarpsstjóri á Símanum og RÚV þeir voru báðir á Stöð 2 Alveg rétt og við gátum ekki því að við bara höfðum ekki tíma þú veist, við vorum alltaf bara að skjóta og þetta var unnið hratt og eitthvað svona að þeir þurftu alltaf að koma til okkar að skoða og ég gleymi aldrei að því að við vorum að sýna þeim nákvæmlega þennan skets þegar þeir komu og vorum að klippitölum var inn í svefnherbergi á bent og ég man eftir að þeir komu þetta og svo rasnalegt sko, þú veist, maður hugsaði tilbaka ég er svo ánægður að þeir hafi ekki bara kötta á þetta strax sko, þetta rugl þeir komu upp í svefnherbergi Þórunn Antonía sofandi í rúminu þú veist, þau voru bara að byggu saman hún bara sofandi bara þú veist, þetta er bara stemma morgni og við sitjandi við tölvuna og þeir svona á rúmstokknum og svo voru eitt að play og svo var sko 90% af þessu órenderað bara svona, þeir heyrðu bara lagið og svo bara svona, já, þannig erum við á hjólaskautum sko, býtu, svona, já, þannig erum við, já, þannig erum við Svo, sko, þarna pásum, sko, þetta gerist í rauninni svona og svo gátum ekki eins og sýndinni. Þetta var bara allt órenderað í rugli og bara svartir rammar og eitthvað. En eitthvað hafið verið að gera rétt úr því þeir voru til í að mæta þarna til ykkar. Já, þú veist, en þetta var bara, þetta eru svo klikkaði tímar. Já. Og þú veist, en ég man líka eftir að fyrst þegar við skiluðum, fyrst þegar við skiluðum þætti á okkur, þá var haldinn bara einhver neyðafundur og nufrá sko og það, við vorum á 50 dögum klukkan 9:30 eða eitthvað og það átti bara að setja okkur, annarkvort bara sleppa þessu eða setja okkur bara eftir minúta 30 dögum sko. Af hverju? Að því að við ætluðum svo að koma sterkir inn sko, við settum bara allt þetta grófa í eitt þátt bara og bara hérna er bomba sko og þeir bara gátt ekki hort sko á meir en bara fyrstu 2-3 sketsana og voru bara, hvað er þetta? Þetta er bara ógæðslega gróft Fór til loftið? Já, þetta fór til loftið, en þú veist, þeir komu líka bara með punkt bara, þú veist, það veit engin hver þú ert þú kemst ekki upp með þetta þú verður að, þú verður að teppir inn þú veist, þessi skets að vera miklu setn í seríunni og þau verður að enduraða þessu og þetta er bara hárrétt kall við vissum, þú veist, við ætlum bara að koma inn með látum
Þarna ertu komin inn á dálítið góðan punkt sem þetta svona sem ég hef verið að pæli með einmitt bara grínið almennt. Hvernig maður verður einhvern veginn að ná í innistæðu fyrst til þess að mega gera okkar hluti. Og svona, ef maður hjólar of hratt í eitthvað án þess að vera með innistæðuna, þá getur maður bara lent í því að vera offaður, sko. Já, alltaf það ekki. Er svolítið með Newcastle sketchiðin. Þú veist, væri svoleiði sketch, sko, myndi að lenda í vesen í dag? Ég veit það ekki. Nei. Hvað var aftur í honum? Það var ekki haffi og eitthvað homma, dót og eitthvað svona. Af því að ég er með svo einfalda skoðun að mér finnst að þú verður að leyfa eiginlega allt í gríni. Mér finnst við komin á rosalega hálan ís þegar við ætlum að fara að ritskoða grín. Það fer líka bara eftir hvernig þú ert að leika og þú veist, þessi típa þarna, þetta er bara þessi þetta típa, hún leið nákvæmlega svona. Það er enda rétt. Hún leið nákvæmlega svona. En þá kemur maður aftur inn á annað sem er samhengið. Ef þú ert að gera grín að einhverju, þá skiptir náttúrulega máli hvert samhengið er. Já, að sjálfsögðu. Þarna skilja allir karakterinn. Að sjálfsögðu. Og þú getur náttúrulega, þú veist, og grín verður, þú veist, allt sem okkur finnst kannski fyndi í dag, kannski finnst okkur ekkert fyndi á næsta ári og þetta er bara þróast, skilur við, bara eðlilega. En það sem mér hefur alltaf bara finnst ógeðslega góð regla í gríni, að þú veist, ef þú ert ekki að reyna að meiða neitt, þú veist, ef þú ert bara, þú veist, það er bara good intention í gangi, þú veist bara að gera eitthvað grín sem þið finnst að vera ógeðslega fyndi og þið finnst að, og þú treystir því bara sjálfur og þú ert ekki að reyna að meiða neitt, það er bara gert með hjarta, að þá finnst mér bara, það átt bara að gera. Einmitt, sammála. Þú veist, það er eiginlega ekki til flóknara. En er ekki komin ákveðin hópur núna sem er stundum að reyna að miskilja? Að reyna? Svona, þú veist, það er verið að reyna að taka hluti úr samhengi og reyna að miskilja einmitt, en þetta er svona einhvern veginn, hvaðan var einstaklingurinn að koma? Og heldur í alvörun hafa verið að reyna að koma frá slæmum stað, sko. Já. Ég ræddi þetta svolítið við Erp þegar hann var hérna hjá mér. Svona einhvern veginn. Já, hvað sagði Erpur? Erpur var svolítið á þessari skoðun einmitt að ef að fólk veit að þú ert ekki skíthæll og þú ert búin að sína það í gegnum vinnuna þína, þá ertu komið með þá innistæðu að það er rosalega erfitt einhvern veginn að fara að offa þig. Já. Ég held að það sé bara nokkur rétt hjá honum. En af því nú er annað hvað grínisti allavega núti í heimi að fara í gegnum alla samfélagsmiðlana sína og skoða hvort hann hafi óvart sagt eitthvað vitlaust og byrjar að eyða og allt þetta. Hefur þú gert það? Nei, ég hef aldrei gert það. Og ég ætla, og mun ekkert gera það. Nei, gott hjá þér. Og ég ætla ekkert að gera það. Og þú veist, skilur, ég er bara einar fyndin, sko. Ef ég er að gera eitthvað, þá er ég bara einar fyndin. Og þú veist, ef ég er að gera grín, þá er ég bara einar fyndin. Og ef það mun móðg eitthvað, þá bara, sorry, sko. Einmitt, og maður ekki að fá að geta beðist afsökunar ef maður sér að maður gera eitthvað vitlaust. Því grín gengur náttúrulega út af og þú ert að fara á okkur línu og svona dót. Sko. Já, það gerir það, sko. Og kíkja hans á Newcastle. Já. Það er hugmyndin á, hvaðan kemur hugmyndin? Að gera fótboltaböllu. Já. Það er bara svona íslenska fótboltaböllan. Það var leikur á glömnum og ég lendi í tussu og fætt. Ég býti sveik, ég meik ekki lengur aðra þunnu. Svo fyndi, ég er spilastundum á, hef spilað ofta og er bókaðar á menntaskólaböll gegnum tíðina. Ég er alltaf beðin að taka þetta lag. Í alvöru? Ég er alltaf beðin, gætur að tekið Newcastle-lagið. Geggjað. Þannig að þetta lifir. Þetta lifir, þetta gerir það, sko. Og svolítið gaman eins og við í, FM95 Blöð, við höfum verið á þjóðhátíð. Við höfum headline á þjóðhátíð, þú veist, 3 eða 4 sinni, sem er ógeðslega gaman og þá get ég fengið að taka þessi lög. Þetta er náttúrulega bara, þessi típa er bara ennþá alveg full on, sko, í raunveruleikanum. Já, algjörlega. Þessar típur eru út allt. Já. 12 lifir maður. 12 kemur. Nákvæmlega. En svo er þetta, en þegar við vorum að gera seríuna, þetta er geggjaði fætt. Þetta er alveg. Manchester Newcastle. Þetta er gaman, ég er að sjá einn æskuvinn með hann að bakgrunni sem hann er nauða, hann er með háraðna sem er stórmerki. Þetta er það gaman, hann er með háraðna. Þið áttuð að vera aftur á þjóðhátíð í ár? Já, við áttum að vera þjóðhátíð í ár, jú. Er það ekki helviti gaman? Þetta er bara, þú veist, þetta er basically stærsta og skemmtilegasta gig sem þú kemst í. Þú veist, þetta er ógeðslega gaman og það er svo gaman að þú veist að því að, þú veist, maður er að veislustýra mjög mikið og maður er að koma fram og svoleiðis, þú þekkir þetta. Já. En þarna, þá þú færð alveg, þú færð svo mikið fiðring í magan.
og þegar þú lappar út af sviðið og sér bara, þú veist, 20.000 manns eða hvað sem þetta í brekkunni, þú veist, þetta sturla, sko. Þetta alvöru. Þetta ógeðslega gaman, sko. En með steindan okkar, það sem okkur langar alltaf að gera, okkur band, ég gleymis aldrei, þegar það var áramótaskaupið 2006, gleymi aldrei þessu skaupi, það var þegar Þorsteinn Guðmundsson lokar skaupinu, með einhverju, hvað var aftur? Það var eitthvað orkuveitulag eða eitthvað. Ég man ekki hvað grínsketsir var nákvæmlega. Já, með dvergmessir og þetta var ógeðslega skemmtilegt og ég hugsaði bara svona vá, þetta svo, þú veist, ég var svo glaður eftir þetta skaup. Þetta var líka gott skaup. Já, mjög gott skaup. En ég var bara svona þetta var bara eitthvað þessi tilfinning að senda mann svona frá og ég man eftir, ég var að fara að hitta alla vini mína og það var bara með hálfan í gangi, þetta bara landan, kláran og allt bara í öðru stemningu og þú veist, þetta var eitthvað sem ég langaði svo að gera og okkur, þú veist að gera þátt og svo senduru áhorfandan, þú skilur við hann með lagi sem virkar, sem bara svo þú skiluði eftir og þú ert bara, damn, þetta var geðveikt og við náttúrulega gerðum þú veist hvað, þetta var 3 seríur ég veit ekki ég man ekki hvort það verið 8 þættir eða við gerum allavega yfir 20 lög eða eitthvað og hérna, það sem við hugsuðum alltaf var að okkur, við reyndum alltaf að vera með í fyrsta þætti að fyrsta lagið í fyrsta þætti gæti virkað í útvarpi að þú þyrftir ekki að horfa á þyrftir ekki að horfa á sketsin og því að þá getum við setta í útvarp og það myndi malla og þá væri útvarpsmenn, já þetta og serían í gangi og þú veist að þetta virkilega smart hugmynd já og svo vildum við líka gera með síðasta þáttin þannig að serían búin, þá fer annar lag í gang og það fær að lifa eins áfram og þú veist þetta var svona hugmyndin á baku þetta þannig að þú veist auðvitað eru bara ógeðslega margir sketsar ég veit ekki hvort þú getur ekki hlusta á öll lögin bara sem lög þú veist, þú verður að horfa á sketsin en það eru nokkur sem eru bara sem geta verið bara algjörlega í útvarpi og þú veist eins og Jammi kvöld eða Gullamönnum og svona lög sem hafa bara orðið mjög vinsæl. Þú segir að það hafi verið fengið á mentarskráð, það er áhugavert þetta svo í sletti, þetta transition hjá þeir í að vera alltaf í norðum tónlistamæður. Já. Skilur, og það gerir þá vendalega með þessu. Já, en þú veist, ég þú veist, þetta er alltaf einu bara orðið með rosa vinsæl lög. Já, en þetta er einhvern veginn bara, þú veist, alveg svo að vera grínisti. Það ætlar enginn, þú veist, þú ákveður það ekki. Nei, ok. Þú veist, þú bara lendir í því. Er það? Fólk bara lendir í því. Ég held það. Okay. Ég held þú lendir bara í þessu. Þú veist, það er enginn, þú veist, ef þú ætlar að verða grínisti, þú ætlar að stóra, bara rugglaður. Þú veist, það er ekkit sniðut. Það mælir enginn í því. Og svo, þú veist, og eins og með tónlistina líka, þú veist, að ég líti ekki á mig sem tónlistamann, sko. Ég verð að stoppa þetta alveg þar. Sko, en samt, þú ert bara með lög sem eru vinsæl. Já, það hefur orðið. Þú veist, eitt er að vera eitthvað frábær söngvari. Já, ég sko, ég segi... En ef að fólk vill hlusta á tónlistana þína, þá ertu tónlistamæður. Já, kannski, ég sko, þegar við gerum áramótaskaup, áramótaskaupið 2013 eða 2015, ég man ekki alveg hvort, það var hérna Springum út, var lagið, og þá man ég eftir, ég held ég að fara 7 sinnum í stúdíu. Ég tók upp lagið, svo fer ég með þetta heim og hlusta á þetta í bílum, ég setti bara disk, skilur við, þú veist, var með þetta í græjanum og svo fer ég, þú veist, ég fór 7 sinnum til að laga. Ok. Því að ég bara, þú veist, söngvarar fara yfirleitt, sko, þú veist, söngvarar fara einu sinni í stúdíu. Já. Kannski klukkutíma. Og hvað var það sem þú ert að laga svona mikið? Bara allt, ég kann ekki syngja. Ég var bara að laga allt. En þá er þetta aðnægsta? Springum út. Já, hérna því að nokkar að tala sko hérna það ákveðni menn í gegnum tíðina sem hafa verið svolítið svipuðum hlutverkum og þú já. Sem eiga rosalega vinsæl lög en mundur sjálfsagt kannski ekki líta á sjálfa sig sem tónlistamenn þú veist, blessu sér minning hans, Hemmi Gunn Laddi, Ómar Ragnarsson Laddi er náttúrulega geggjaður söngvari já, reyndar, hann er klárlega rétt leiklistiðin og allt þetta Ómar Ragnarsson, þú veist mér finnst þú vera svona svolítið eins og svona okkar kynslóðar Ómar Ragnarsson, Hemmi Gunn Laddi svona þú verði að allra kvikinda líki Já, þetta er náttúrulega bara að fallegasta sem ykkur hefur sagt við mig, takk fyrir það Já, bara að vera þarna verði það ræð, þú er búin að vera fyrir því Já
Nei, ég bara, mér finnst líka bara ógeðslega gaman að það sem mér finnst er bara mjög gaman líka er að prófa eitthvað nýtt. Þú veist, eins og þú veist, ég fengi heiðurinn að fá að prófa drama. Mér finnst það ógeðslega gaman. Já, mér langar að koma inn á það. Erum við með þetta ekki? Mér langar að sjá bara hvað það var sem var svona erfitt að syngja í þessu lagi, sko. Já. Voru þetta eitthvað flóknar nótur, eða? Já, sko, maður sjá. Já, svolítið, ég lofa. Smálána. Já. Eitthvað leiðilegt hljóðið, eða? Svo man ég líka að við vorum, þú veist, svo Þannig er þetta. Þetta hljómar ekki svona ennþá vel, sko. Nei, svo var það líka, ég man eftir að Gummi Páls, hann er að syngja í viðlaginu. Já. Og ég man eftir og við vorum að kýtla hann líka, fengum hann aftur til að fara ennþá hærra og þú veist, okkur fannst lagið bara svona svolítið flatt fyrst, þannig við vorum svona að reyna að fá smá orku. Já. Hvað er þetta að laga mikið, sko, þú veist, hvað er þetta að fikta mikið í með bara einhverju svona tæknififfi? Það er alveg hægt að fikta hellingi í því, en þú veist, síðan náttúrulega inn í hend, þú verður samt alveg að vera nokkur nála því, annars kemur bara autotune, annars heyrur það bara. Já, heldur að vera hæpið að setja mann eins og mig í stúdíu núna eftir, sko. að þetta laga hann svo mikið. Þú var ekki ekki að verða. Mér hefur nefnilega alltaf langar svolítið, sko, ég er að reyna að síkreta hérna nokkra hluti, sko. Mér langar að fá að leika illmenni einhvern tímann. Já. Og Ólafur Darri ætlaði að reyna að hjálpa mér að láta það gerast. Já. Svo langar mig einhvern tímann gamla, feimna hip-hop unglingin minn, mér langar einhvern tímann að feature í einhverju hip-hop-lagi, sko. Það er smá draumur. Já, þú væri geggjaður í því, sko. Ég skal gera það með þér. Er það? Já, við skulum taka sikurt erindi. Já, það er því bara eitt rosalegsta lag allar tíma. Featuring Sölvi. Featuring Sölvi. Nei, já, hefur alltaf langað að leika. Sko, langar að leika, ég veit ekki hvað, mér langar að leika illmenni. Já, ég er samt alveg sammálaði, sko. Ég var ógeðslega til að leika illmenni. Það ekki? Jú. En þú voru komnið þangað að þú fyrst tækifæri til að leika drama. Já. Og gerði það vel. Já, takk fyrir það. Hvernig var það? Það var ógeðslega gaman. Það var geggjað, sko, en það var líka drullu erfitt. Þetta var svona, þú veist, mér fannst það ógeðslega gaman og ég var ógeðslega til að gera það aftur. Okay. En bara, það var líka bara svona erfið tími hjá mér. Okay. Þú veist, að því að við erum að tala undir trénu. Já. Og það var einhvern veginn svona, að því ég var að eignast, sko, ég á nýbúin að eignast barn. Já. Og ég var einhvern veginn aldrei heima. Ég skil. Og það er ógeðslega erfitt. Manni líður eins og maður sé svo bara lélugu pappi. Ég skilji. Skilur við sko við, það var alveg þannig. Þú veist, maður var ekki heima og svo náttúrulega vildi maður líka vera bara aðstofa konuna og maður var einhvern veginn að því að þú veist, þetta var náttúrulega bara þetta var erfitt æfingarferli og náttúrulega tökundar og svona og ég var akkurat líka að leika í myndinni gæja sem fekk ekki að hitta dóttir sína. Já, einmitt. Og ég fekk ekki að hitta dóttir mína því að hún var basically alltaf sko, hún var svoandi því frút og hún svoandi því kom heim. Ég sá hann ekkert vakandi nema bara einu sinni viku, bara helgar eða eitthvað. Og þetta var svona eitthvað, það var bara svona svolítið þungt og líka bara því að ég var að gera þetta í fyrsta skipti og ég var ógeðslega efins einhvern veginn, ég er alltaf ógeðslega efins með allt sem ég geri. Ertu það? Já. Og það hefur stundum alveg hrjáð mig sko, þú veist, það er stundum alveg, mér finnst allt í lagi, þú veist, efin er góður, ég held það, en að vissu marki. Sko, ég myndi að segja að efin með sjálfa þig er það sem lætur þig leggin vinnuna og vilja bæta þig. Ég veit það. En síðan getur hann farið að vera slæmur ef hann verður of mikið. Ég veit það. Og hann var alveg þar á línunni í þessu verkefni. Þannig að maður var alveg svona, ég var að syngja í Hattagunna bara eftir tökur, keyra upp í mós og áttu ógeðslega erfitt með að sleppa dögunum. Ég skil þig. Bara, þú veist, var þetta nú gott, skilur, þú veist, hefði ég ekki átt að segja þetta og bara treyst, þú veist, hann var röglega að gefa ykkur á mig, sko, en þú veist, nei, ég segi svona, hann er vinur minn og ég elska hann, sko, dýrka. Þú varst bara, þú ofhugsaðir þetta eftir þetta var búið. Algjörlega, og eftir hvert tökudag, þú veist, þetta voru náttúrulega bara fullt af tökudagum, þú veist, 20-30 tökudagar eða eitthvað, og æfingarferðli var náttúrulega líka og þetta var bara eitthvað svona, þetta var allt erfitt og líka bara, þú veist, reynsluleysi, þú veist, skilur við svo, ef Siggi Sig er að leika eitthvað hlutverk, hann bara, þú veist, sem er náttúrulega bara einn okkar besti leikari, hann mæti bara sett, leikur þetta, svo fer hann bara til bíl
og hreinsar það. Akkurat. Hann fyrir bara heim til sín, hittir konuna og ekkert mál. Akkurat. En þetta sat alltaf svona í mér. Ég var alltaf með þetta í gangi og einhvern veginn svona, fekk þetta alveg á heilan. Leðir að þú værir ekki nóg góður. Já, og bara svona, og bara einhvern veginn, það er bara erfitt, sko. En þú veist. En samt langar að gera þetta á þér? Já, það er svo gaman, ef þetta er svo nervitt. Það er óslega gaman. En talar um reynsluleysi, já, því ég var það einhvern veginn bara í gegnum, séð það í gegnum það sem ég hef verið að gera. Já. Að öll, sko, maður kemur inn í eitthvað hlutverk og þá hjálpa mann að hafa verið að brölda eitthvað annað. Þannig að, já, mikið úr kannski með reynsluleysi þessu, finnst þér ekki að hafa hjálpað þér allir þessi performansar út um allt? Já. Að þá er kannski auðveldra að fara inn í eitthvað svona að því þú hefur reynslu af því að performa. Jú. Þú kunni kannski ekki gera það nákvæmlega svona. Já, ég er samt meira að tala um kannski reynsluleysi að skilja þetta eftir. Ég skil þig. Þú veist, þegar ég var búin í tökum, þá var ég bara búin í tökum, eins og núna, við vorum að taka upp, ég vorum í tökum bara á Eurogarðinum, þegar maður er búin í tökum, maður er búin í tökum. Það er ekkert mál. En það koma svona, skilur. Varstu andvaka þá, þegar þú varst í þessu ferli? Nei, ég man nú ekkert því, en þetta var bara svona, þú veist, örgulega bara, bara gera konuna brjála, skilur við, bara heim einhvern, bara þungur, skilur við, bara tuð, allt ómögulegt og glatað og bara einhvern veginn. En svona er þetta bara. En hvað langar þig, sko... Leika illmenni? Já. Nei, langar að fara í meira... Hvernig hlutverk langar þig að leika? Mér finnst alltaf bara ógeðslega gaman að prófa að gera eitthvað nýtt. Þú veist. Og eins og því að við vorum að tala um áðan illmenni, en það var bara svona því að þú sagðir, þá var ég var líka til í það. Ekki? Jó, en þú veist, en ég væri ógeðslega til í að fara að leika eitthvað sem ég þyrfti að grenna mig ógeðslega mikið. Eða massa mig ógeðslega mikið upp, eða eitthvað svona það sem ég geti breytt mér. Taka Christian Bale? Já, þú veist það væri ógeðslega gaman. Ég misti 10 kíló í undirtreinu fyrir eina senu. Hvernig gerði það? Það var ekki sniðugt hvernig ég gerði það, sko. Það var bara hræðilegt. Ég kalla þetta Ibuprofen-kúrin. Að þá, sem sagt, átti ég hádegismat og that's it. Svo bara reyndi ég að fara að snemma að sofa og bara hádegismat? Já. Og hvernig leiðir? Nei, leið ræðilega, sko. En þetta var í rauninni... En það var Ibuprofen? Ég fekk bara hausverk og þú veist, þetta var... Ég kalla þetta alltaf Ibuprofen-kúrin. Það var þá hádegismat og svo Ibuprofen? Já, Ibuprofen bara svona 8:00 eða eitthvað. Og kvöldi. En þetta var í rauninni, sko, ástæðan fyrir þetta var, sko, þetta flashback-sena í undirtreinu. Þú veist, þetta átt að gerast eitthvað, kannski 5-6 árum áður. Já. Og þá, ég var snöggkliftur fyrir það, mér fylgta tattúum sem voru náttúrulega bara ekki sett á mig og þá stakk ég upp á, ég var ekki að grenna mig og svona, og það var svolítið mér að kenna, sko. Og og við hattum töluð með það og við náðum að pússa þessu eins lengi og við gátum og það var mánuður. Það var mánuður, þannig að þá höfðum við bara það. Og sér fekk ég þessi kíló aftur á mig bara viku, sko. Ég misti þessi kíló ekkert, sko. Nei, en samt það er aftur þessi svona einhvern veginn veit ekki hvað ég kalla það, svona samblanda af metnaði og maníu einhvern veginn. Já. Þú ert samt til í að leggja þetta á þig. Já. Ég held ég hef bara alltaf verið frá því ég fæddist, hef ég alltaf verið svona bara með fasta 15% maníu, held ég. Já, það er svolítið. Ég er bara manískur gaur. Þetta er kallað þegar maður er ekki með, sko, manic depressive og þá er maður talað um hypomaníu sem er svona, þá ertu með svona hluta af maníunni og getur verið í þannig ástandi heldur lengi, sko. Já. Nei, þú veist, en þetta er bara, maður vildi bara gera þetta vel. Ég var að gera þetta líka í fyrsta skipti, þú veist, ég var að gera drama í fyrsta skipti og ég vildi bara fara alla leið, þú veist, ég vildi ekki fara hálfa leið. Já, það er vel gert. Hvað hvað með leikstjóran? Dreymir þið ennum að fá að leikstýra, þú veist, bara svona stóri bíómynd eða? Já, svolítið. Ég geri það alveg, sko, og mér finnst það alveg geggjað, sko. Og ég hef alltaf verið að leikstýra, þú veist, með puttana í hlutum. Og náttúrulega leikstýrt einhverju sjálfur og svona, einhverju smotteri, en svo veist, fengi að vera alltaf við svona puttan í og svona. Það er náttúrulega eins og bara það sem við vorum að gera í steindarum okkar, þetta er rosa próduksjón og því að það þurfti að vera að hugsa mikið. Já, en það kostar voða lítið. Reyndar, já. Þetta var ógeðslega ódýr sería, sko. Já. Og við borguðum í rauninni með okkur. Nú? Já, við vorum farin að strauja kortin okkar með hægri vinstri.
Bara fyrir einhverju propsi, bara vantar hamborgara á þetta borð hérna, eða pulsu, eitthvað, peningur löngubúinn. En en þú veist, þetta er búið að vera ógeðslega, þetta er búið að vera skrautlegu ferill. Já, þetta er búið að vera það, mikið svona, þetta er búið að vera ógeðslega mikið, en mér finnst það líka alveg, þú veist, mér finnst það líka, ég er ógeðslega þakkláttur fyrir það, að því að þú lærir svo mikið á allt. Sem er mjög sem er bara sem er must, sérstaklega þú ætlar kannski einn daginn að vera bara eins og þú segir, bara fara að leikstýra eða verða kvikmyndagerða maður eða eitthvað. Hvernig var við vorum með eitthvað hryllingsdóta það ekki? Jú, með Þorsta. Já. Ég var ekkert inn í því, maður. Varst ekkert inn í því? Nei, ég verð bara að vera alveg heiðarlegur með það. Já. Kitti var að segja mig frá þessu áðan og ég var að kíkja á þetta. Já, Kitti, sástu þú þetta ekki? Já, það er bara hann var að dýrskita. Ég þarf að skoða þetta. Sko, málið er það, við gerum seríu, ég og Gaukur Úlfars gerum sjónvarpsseríu sem heitir Góðir landsmenn og sú sería er hún hvað get ég sagt? Mér finnst þess að hafa ekki nóg ekki síðana. Okay. Hún er náttúrulega allt öðru sem allt sem ég hef gert. Eða, þú veist, margt, þú veist, maður er að gera fullt af einhverjum hlutum sem maður veit bara, ok, þetta þú veist, er fyrir marga, skilur við, og svona, og svo er alveg eitthvað svona sem maður, svo vill maður gera líka einhverja hluti sem er svolítið líka bara fyrir kannski aðeins öðru sér hóp og kannski meira fyrir mig og svona, og þetta var það, og þetta var það verkefni, og þú veist, þetta var Góðir landsmenn er í rauninni mann sem að er að fara, sem sagt, þetta byrjar og við markasettum þetta þannig að þetta væri, ég var að fara að stað með venjulega sjónvarpsseríu. Bara eins og kannski sjálfstætt fólk. Ok. Eitthvað, já, kannski Landin, ok. Og síðan í fyrsta þætti þá tek ég viðtal við mann sem bara bifvélavirki, en er líka aukaleikari og hann er dauðvona og ég fæ hann svona á heilan og það situr í mér þetta viðtal, þannig að ég ákveð og hans sko, stærsti draumur er að gera bíómynd og ég ákveð að gera bíómynd fyrir hann. Ok. Bara, ég ætla að gera bíómynd fyrir hann mann áður en hann deyr. Okay. Og það sem og það eru þættirnir. Okay. Og með alls konar hindrunum og dóti og þú veist og karakterinn minn, hann fer alveg út allt, hann gjörsamlega sturlast, hann verður fyrir á Hare Krishna hæli í Englandi, þú veist, hann fer til LA, þú veist, hann fer út allt og rosa manískur gæi og fer allt í abaskít hjá honum út af þessari mynd og þetta er náttúrulega bara grínserja og það sem ég held að hafa verið líka svolítið svona að vefjast fyrir fólki er að það vissi ekki hvað var real og hvað var ekki real, af því að þessi gæi sem heitir Hjörtur, hann er til í alvörunni og hann heitir Hjörtur og hann er með leikhóp sem er til í alvörunni og búin að vera til ógeðslega lengi og við höfum fylgst með þeim lengi og þau eru búin að leika í öllum fjandann, þau eru búin að leika í, þú veist, yfir 200-300 verkefnum þú veist, og þetta fannst mér sko, þannig að fólk vissi ekki, þú veist, er hann dauðvona, er þetta leiki, það vissi ekki línuna af því að þetta var alvöru fólk og við vorum að fara að gera alvöru bíómynd. Þú ert alveg að selja mér að ég þurfa að horfa á þetta, sko. Já, og svo er svo skemmtilegt að þegar við vorum með alls konar svona plantir í, þú veist, ég fór að leita af leikstjóra og þá sitt ég inn á að vinna með litlu fyrirvara, 2 dögum áður en þátturinn er sýndur, þá er ég að leita leikstjóra. Og svo gerum við þetta í þættinum, þú veist, þannig að fólk, bara, what, býtu, ég var að sjá þetta í gær, eða einhverja vísisfréttu þetta áðan, svo er þetta morgun í þættinum að fólk var bara, það skildi þetta ekki. Það vissi ekki bara hvort þetta væri bara í rauntíma að gerast. Akkurat. Sem var ógeðslega skemmtilegt. Það er gaman, sko. Það er ógeðslega gaman og úr þessu verður þessi hryllingsmynd, kvikmyndin Þorsti. Og sem er náttúrulega bara algjörlega æðisleg. Já. Og kíkjum að það á. Já, við ætlum að fá að sjá trailer. Þú veist hvernig er aldrei friður. Hvað gerðist heima hjá bróðin? Ég drap hann. Ekki! Þið illa hefur tekið sér bólfest. Hvaða ár kom þess út? Hún kom bara til fyrra. Hún var út í fyrra? Já. Hvað, ég þarf að sjá þetta. Já, ég byrju, jú, 2000, ég held það. Vinna fram eftir.
eða hitti fyrra samt, heldur. Ég verið eitthvað blokk, þetta fór bara fram hjá mér. Já, ég að segja það er bara, þetta fór fram hjá mörgum. En svo þetta líka bara... Því á framfæri hér með. Já, en svo þetta líka bara þannig að, þú veist, fólk getur alltaf nálgast þetta og, þú veist, það er svo mikið í gangi að ég held að fólk bara geti... Veit ekkert hver þú ert lengur. Já, svo mikið í gangi, þú veist, út með Stöð 2, út með RÚV, út með Síman, út með Netflix, út með Hulu, út með allt. Endalaust. Svo ertu með fucking, serverana sjálfur heima hjá þér og, þú veist, fólk hefur 2 tíma á kvöldin, þú ert búin að svæfa og gera hluti, þannig að þú þarf bara, þú veist, ég á ennþá inni ógeðslega mikið af stöffi. Ég á bara, þú veist, ég á inni bara endalaust að sjónvarpsseríum, sko. Einmitt. Það er svolítið nútíminn. Þannig að þetta fer bara á listan í fólki. En samt ertu búin að vera að hlusta á þættina mína? Já, ég er búin að hlusta. Hvar fannstu tíman í það? Já. Þú ert alltaf að vinna og spila tölvuleiki? Já, það er í bílnum. Ég teki þetta, já, ég er nefnilega, ég hlusta á nokkur podcast, sko. Ég hlusta á mikið á Joe Rogan. Já, hann er góður. Bæði líka, ég hlusta líka MMA podcastina, sko. Ég er svo mikið að horfa, ég fylgist ógeðslega mikið með MMA. Ég hlusta á nokkur MMA podcast, ég er að hlusta þitt. Svo er ég að hlusta á Gauta og strákana og Pétur og Sveppa og... Hver eru uppáhaldsfætirarnir þínar í MMA? Í MMA? Já. Fyrir utan Gunna sjálfsögðu, tökum hann ekkert með. En uppáhaldsfætirarnir mínir, þetta er svolítið erfitt, sko. Þeir eru nefnilega nokkrir. Já. Ég er með, þú veist, það eru Díaz-bræðurnir. Það eru góðir. Þeir eru geggjað, þú veist, það er eitthvað við Conor líka. Þú veist, mér langar ekki að segja Conor þetta, þú veist, en það er bara þegar hann slæst, þá er maður alveg hjarta fyrir aðeins, maður pumpast alveg upp, sko. Svo náttúrulega er að fara að dettin svakalega fæt núna, ekki MMA heldur box. Tyson er að fara að mæta aftur. Já, ég veit það. Það verður geggjað, sko. Ég veit það, sko, á móti honum Roy Jones. Ég held að það verður eitthvað svona, það verður eitthvað... Gamli kallar, maður. En það er allir að fara að horfa. Ég veit það allir að horfa. Þetta er bara sirkus. Já, þetta er bara það, sko. En ég sá eitthvað æfingavídeó. Þetta er ekkert grín, sko. Hann er bara í fínu formi, sko. Fínu formi? Ég skora bara fólk að fletta upp þessu æfingavídeó. Gæin er rosalug. Já, hann er það, sko. En það eru örglega búið að injekta þá aðeins með einhverju dóti, sko. Bara 100%. Þannig að það sem gæti gerst reyndar í þessum bardaga er að þeir verða heldur flottir í fyrstu lótinu og kannski annari. Já. Svo mun byrja að fjara aðeins undan því þeir eru náttúrulega komni vel á aldur. Já, þetta er þannig. Ég veit ekki hvort þetta verði framtíðina, menn fari bara slást fram með þetta aldrei, sko. Já, þú veist, nú er Hafþór að fara að boksa líka. Það er annað. Tveir sterkustu menn heims að fara að boksa. Það er allir að fara að horfa. Já, ég rættur það. Og þetta er í Vegas og eitthvað. Ég held að þetta sé bara í næsta haust, 2021. Það var ekkert verið að hendi þessu með einhverjum litlum fyrirvara. Það er bara heilt ár. Já, nú á kassin, sko. Þú veist, en máli er að þeir fá pottinn líka. Já, þetta er útgeðslega sniðut hjá þeim. Þetta er geggjum markasetning. Þú veist, tveir sterkur, þeir eru svona, skilur við miklu óvinnir. Stærsti sirkus mannkynssögunar þegar Floyd og Conor sló öll met. Já. Ég meina, þú veist, Hafþór og þessi gæi, ég meina, annarkvort er annaður að fara að deyja í fyrstu lótu, sko. Þú veist, bara, eða þeir verða bara svo búnir á því, bara í miðri annar lótu, þeir horfa bara á hvernig annar bara... Já, maður sá þarna þegar Conor byrjaði eitthvað að djöflast í Hafþóri, Hafþór var fljótur að byrja að þreytast, sko. Já. Það var rosalegt vídeo, sko. Það rosalegt vídeo. Þeir eru náttúrulega núna á fullu að æfa, þannig að þeir verður kannski konur í svona meira... Eitthvað boxform, já. Það geti alveg verið, sko. Það geti verið. En hvað já, ég held svolítið upp á Khabib náði mér svolítið líka. Já, hann er geggjaður, sko. Hann er rosalegur, sko. Það er svo margir skemmtilegir þetta, sko. Þú veist, svo er John Jones náttúrulega líka ógeðslega gaman að skoða hann og... Hann er náttúrulega mögulega sá besti. Hann er mögulega sá besti, sko. Og þú veist, það er bara svo margt að gerast, það er líka alveg einhverju nýju gæðir að koma inn og þú veist, þetta er ógeðslega skemmtilegt, sko. Og maður er bara telur niður, hvernig Gunni snýr aftur, sko. Já. Ég er ógeðslega spenntur fyrir því. Það fer að vera ár síðan hann slóst síðast, sko. Það er svolítið tímið mitt. Já, en ég held hann sé líka bara að bíða eftir, þú veist, að reyna að fá ágætt skæja og bara örugglega ekki búin að ná að æfa vel í svo COVID-rugli, sko. Nei. Þannig að þú veist að fara bara, koma bara mjög sterkur inn, rústa þessum gauður og svo láta stutt á milli líða. Þú veist, hann þarf bara að taka 3 í röð. Já, hann þarf að ná einmitt. Hann þarf að ná svona momentum aftur, sko. Það er þannig, sko. Það er bara staðfest. En hvað þú búin að hlusta á þættina mína? Hvað eru búin þátturinn? Sko, meðast Erpur alltaf geggjaður. Alltaf. Hann slófur. Já, meðast Kári alltaf líka æðslur. Já.
Var ekki bara fyrsti? Það fyrsti, byrjaði með látum. Já. Ég sá þig gráta bara í síðasta þetta. Það síðasta? Fyrsta skipti á ferlunum mínu sem ég græti í mínu eigin viðtali. Já. Það var María Birta. Já, mér finnst þetta mjög merkilegt viðtal. Ég vissi nefnilega... Hún náði mér. Já, ég vissi ekki bara... Ég vissi ekki að hún væri bara einhverjum pakka einhvers staðar að láta berja sem í stólum í bakið, sko. Rosalegt. Bara... Talandi MMA og eitthvað, hún bara komin inn í wrestling heiminn á fullu. Já, það er bara þannig. Hún geti verið að fara í WWE. Já. Það er bara... Það eru líkur á því. Það er bara svoleið, sko. Já. Alvöru nagli, sko. Já, ég fíla þetta. Já. Það er mjög skemmtilegt. Þú ert ekki að fara í það þú sér svona að gera margt, að láta það lemja þig. Nei, ég held ég sleppi því. Ég hef nú verið lamin ágætlega í þessum draumaseríum, sko. Já, reyndar. Ég hef verið tuskaði til þar, sko. Hvað var skemmtilegast í þeim seríum? Draumaseríunar? Já. Sko, þetta er búið að vera margt mjög skemmtilegt, en það sem hefur verið kannski svona hræðilegast, það var að kafa. Þú veist, ég var að kafa reynda með háköllum, sem var mjög skeri. Alveg rétt, í hvaða landi var þetta þér? Þetta var í... Hvar var þetta? Vietnam eða? Nei, ég man ekki. Þetta var einhvers staðar... Þetta var í asíska draumnum. Ok, hvað var svona ræðilegt þetta? Það var bara, þú veist, ógeðslega skeri að vera bara nokkra metra frá hákalli, sko. Og svo, þú veist, þegar maður var að spurja, var einhvern veginn... Það er aldrei neitt legit. Það er alltaf að tala við einhvern, bara, er þetta alveg safe? Já, það veit engin neitt einhvern veginn og, þú veist, þetta er alltaf einhvern veginn svo, þú veist, það veit engin neitt og, þú veist, við erum bara einhverjir Íslendingar og mér fannst líka bara svo erfitt að kafa. Bara það að kafa fannst mér bara ógeðslega óþægilegt. Innilokunum kendi inn og hvernig maður þarf að anda og svona. Mér fannst þetta bara mjög erfitt, bara að kafa. Ég hef aldrei kafað, sko. Já, ég trúi því. Bara setja á mig grímuna og kútin og fara nú og ég bara, wow, hvað þetta er ógeðslega óþægilegt. Maður fær smá, ef maður er með einhverju tilhneiging til að fá innilokuna kend og svona, sko. Já, ég fekk það, sko. Og og byrjaði að anda ógeðslega hratt og þú veist, og svo kom hákallinn og ég þurfti að fara upp úr alveg margóft, að fara klift út, ég var alltaf að byrja að fara upp, menn það var allir að vera geðveikir á mér. En nei, ég gleymi aldrei að þegar vorum, syns það var eitt, vorum í Kólumbíu. Já, það var geggjað þar, sko. Og þá áttum við að vera að gera eitthvað áskorun og þú veist aldrei neitt, skilur, þú veist eins og við erum alltaf í líka hættulegum hverfum og svona, þú veist, þú veist ekki neitt, við erum bara einhverju 4 Íslendingar, þetta er bara lítið teimi og það er bara, þú veist, við erum bara með sendimæka, skilur, sem eru bara á okkur sjást ekkert og kamerugæin og pródusentinn oft bara okkur kaffi og svo undirbúið næstu borg, þannig að við erum stundum bara 3, oft og ef við lendum í einhverju fokki það er ekki eitthvað heilt tökukrú að fara að koma hlaupandi bara, við erum að djóka þetta, við erum að taka upp, þá erum við bara í alvöru vesinni. Shit. Þú veist, við erum bara í alvöru vesinni, ef eitthvað gerist, það er bara, við þurfum bara að hlaupa. Við höfum sem betur verið ekki lendi í, við höfum verið bara oft tæpir, sko. Og við höfum oft verið að hitta líka bara svona dúbjus lið. Þú veist, eins og í Kólumbíu þá fórum við það var einhver áskorun, þar sem við áttum að fara og það var búið að láta einhverja gæja redda, við vissum náttúrulega ekki dagði búið að láta ykkur gæja að redda sportdryggum. Við áttum að fara með hausinn inn í eitthvað box og þá áttum við að setja sportdryggar á hausinn okkur og loka boxinu, 10 stykki. Ég er ekki til í svona röglsmæri. Hræðilegt. Og svo þegar við komum, þá er þetta bara, þú veist, það er ekkert þessi pródusentinn, hann var búin að vera í bandi við þetta lið náttúrulega, það stóðst ekkert. Þú veist, það var ekki neitt að tala engin eða ensku þarna, þetta var ekki á okkur svona í okkur sjónvarstúdíu, þetta var bara á okkur ógeðslegum sveitabæ samt inn í miðri Kólumbíu, bara eitthvað svona, þú veist, það var bara dauð dýr þarna og eitthvað gæja, bara allir út í flúrum og eitthvað kona sér lá bara þarna ofurölvu að horfa á sjónvarpið þarna bara með brennivín, bara svona í einhverju kompu og maður var bara, hvað er þetta? Þú veist, ég alveg tala, það var fyrsta skipti svona almennilega sem ég var bara talaði þessu mig. Hvað ertu að gera? Í hvað tringdur til að græja þetta? Ég held þetta, fann bara einhvern á Craigslist og þetta var bara einhvern veginn græjað og það var bara, þetta átti alltaf að vera legit, skilur og þetta var oft svona og það var bara, þú veist, þegar þú ert að spyrja einhvern gæja, bara þessi sportryggar hversu eitraðir eru þeir? Ef ég er stungin tvisvarðina af þessu gæjum eru þið með eitthvað móti, eru þið með eitthvað? Þá var eitthvað svona, ég get svarað þessi gæja var svona 12 ára gamall, sko í einhverju svona bara með einhverjum sprautu svona á kantinum þannig að ef við erum stungnir þá ætlaði hann að sprauta okkur með þessu og ég bara, heyrðu, þessi gæri alltaf fyrst ekki læknir ég veit ekkert hver þessar sprautu og hvort þessi náls í hreininu sinni, sko hann bara einhver gæri sem hélt bara svona þú veist, bara svona á kantinum sem ætlaði að græja þetta, sko þú veist, þetta hefur oft verið
við vinnum með þessu, þú veist, við erum að díla við bara lið, þú veist, frá Íslandi út allt, að græja hitt og þetta í ykkur hverfum hér og þar þú veist eiginlega aldrei hvað þú færð Þetta ekki svo að vera verið að gera þetta á HBO eða eitthvað Nei, og það alltaf ógeðslega við erum alltaf jafn hissa og við erum alltaf jafn glaðir þegar bara, heyrðu, þetta stóðst bara það var bara gæi sem beið þetta sem alltaf hitt okkur og hann fór með okkur og gerði þetta með okkur þú veist, þá erum við bara slag glaðir það veit engin neitt Nei. Þannig að þetta bara þú veist, þetta bara raunveruleika sjónvarp bara algjörlega. Hvað með það? Því svo ertu náttúrulega með þeim sem þú ert með í þessum seríum að þeir eru svona að hluta þeim hóp þeir eru búin að gera náttúrulega útvarpsþætti lengi Já. Og þú ert í því núna Já. Ég veit ekki af hverju, ég fór að hlusta á þennan daginn ég hef alltaf jafn gaman að þessu Já. Mér finnst þessir aulabrandar alltaf jafn fyndnir Í FNÍ blöð símaðutinn og þegar þú ert að hringja eitthvað fólk og I suck your dick þetta er svo einfalt og þetta ekki neitt þetta bara, ég hringi bara í einhvern skipstjóra, má ég koma ekki plássa áhöfni hér, núna bara eftir helgi hvað ertu eitthvað rugglaður, það er löngu fullt hérna, maður, please, maður, I suck your dick maður I suck your dick maður svo er maður bara I suck it maður og eitthvað svona, þú veist, þetta að skemmtilega sem ég geri nú ég ekki að stríða þér skemmtilegasta sem ég geri bara í lífinu að gera símaðut og ég 35 ára gamall þetta bara gengur ekki og þú veist, og við erum bara veist, ég var löngu byrjaðar á þessu áður við byrjaði í útvarpi og ég ger þetta ennþá sem sagt off air þú veist, ég geri símaðut það stutt síðan ég geri símaðut bara upp í Mosbæ bara með vinum mínum, bara við hittumst bara, þú veist, ég og nokkri vinum mínum í Mosbæ sem bara, ekkert aðeins að finna gæjar og við bara fórum, þá förum við sem sagt, þá förum við bara rúndinn, þú veist, við bara rétt að kíka aðeins kannski út, fá okkur eitt nýsa eitthvað, svo keyrum við bara fyrir utan í fólki og ég bara já.is og set bara stilli síman og djókmót og við förum að hringja. Ég skil þetta bara. Þetta bara sem ég geri. Og hvað segirðu? Ég segi, það er stöð síðan ég gerði símat ég er með á 2 vinir sem eru svona þeir eru alltaf í einhverju svona djöfulgangi að rekja og eitthvað og það frekar stöð síðan ég tók símat þar sem ég var að hringja í nokkur hót bara einmitt, ekki í neinum tilgangi öðrum en bara að hafa gaman að ég var að hringja á hótel og hringja í afgreiðsluna og segja að ég væri á annari hæð og það væri búið að binda og ég hefði verið með Það er búið að binda þig? Ég hefði verið með vændiskonu sem væri búin að binda mig og ég væri búin að óvænta og svo Viagra og það fyrir að opna dyrnar og þetta enda með að liði fer og opna dyrnar og síðan einhver annar inn í herbygginu Þetta svo gegn Þetta alltaf hjá gaman Þetta ógæðslega fyndið sko og ég bara, mér finnst þetta svo fyndið að við erum búin að þróa þetta líka svo mikið ég er búin að þróa hið fullkomna símat Hvernig það? Þá förum við sem sagt fyrir utan Dominos eldum pizzasendla förum bara með þeim ykkurt og þeir keyra bara með pizzun ykkurt og ég bara sé bara hvert hún að fara og hver á heima við hliðina svo hringi ég í nágrannan og segi bara, heyrðu, þetta er komið hérna og ég var að panta pizzu og það kom svo mikil pizza og vill ekki bara sleppa að elda og koma yfir og sækja pizzu og þú veist, það bara, það er allir til sko, bara, jú, ég kem bara að sækja pizzu en það grunar alltaf öllum eitthvað þú veist, það er allir eitthvað, þetta er eitthvað skiti svo maður sér það sko, svo erum við náttúrulega búin að leggja fyrir utan og halla sætunum og opna rúðurnar og við sjáum það að labba framjá sko við erum lagðið ógeðslega nálægt og svo sér maður bara svona hiki sko svo bara banka, opna og bara pizzalyktin tekur við þá er það bara, þá ertu bara búin að læsa þessu og svo hlustar þau bara á þetta bara svona, já, blessaður svo þögn, já hvað, já, voru það að panta pizzu? Já, voru að panta pizzu Já, hvað, voru að panta eitthvað mikið, það var svona mikið af pizzu sem kom með það voru með eitthvað auka pizzu, þetta verður svo vont sko, þetta er ógæslega og er fólk bara gangi í þess að gildru já, og ef þetta klikkar ef gæði myndi segja bara, heyrðu, við erum búin að elda eða eitthvað, þá ringi ég bara í gæðin sem er búin að panta pizzuna og segi bara, heyrðu litli kallinn hann sá pizzabílinn úti alveg brjálaði maður ekki væri séns að fá eina sneið bara til að róa hann eða eitthvað svona, þá sé ég hinn gæjan koma hlaupandi með eina sneið ég sé þetta í rigningu sko, bara finna séð sko, bara hlaupa með blauta pizzasneið og banku upp á fólk náttúrulega heldur bara að sé búin að missa viti sko, þetta er ógæðslega þetta er alltaf skemmtilegt
Þetta í alveg bara að finna sig og þú veist, svo erum við náttúrulega að gera þetta mikið við kunningja líka, við erum að senda nágranna heim til félaga okkar, þú veist, við förum heim til félaga minn, skilur við, sem bara heim og horfa sjónvarpi með konunni sinni og við erum að senda alla inn til hans og eitthvað svona vesinast í honum leggja kvöldið svolítið fyrir honum. Svo eru þetta alltaf að djöflast í fólki þannig að þið eru að djöflast í einu núna. Já, Sóla Hólm. Mér finnst ég vera saklaus í þessu máli. Nokkuð saklaus. Sóli hefur notað mig í einhverju uppistandsgríni hjá sér. Hann átt að skilið. Hann átt alveg inn að ég bendi á þetta. Já, hann átt að bara skilið. Hvernig að vinna með það? Því maður sér að Egill dálítið mikið, hann hefur mjög gaman á svona eineltis gríni. Já, ég veit að, málið það var einhver tíman í einhverjum þætti fyrir nokkur vikum, þá við sjáum alltaf út á þróttaramerkið og það var sól á því. Hann sagði, já, the sun is shining, maður, það hlýtur potið bara graðast í þróttarlandsins, Sólu Hólm örugglega vel graðu núna að vera sunni, sagði þetta eitthvað svona kjaftaði svona einu sinni ykkur þætti. Við vorum ekki svona pæli í þessu. Svo í ammælnans, fertugsammælnans, þá segir Sóli, sem það, sem gestur, segir Sóli, hvað er þetta bulli með þetta í útdarpinu, hvað er þetta rugglaður og sem má ekki gera. Nei, þá byrjar allt. Þá byrjar allt. Ef Egill finnur það, eitthvað bögga þig, þá ertu að setja bensin á báli, sko. Og þannig að þetta í alvörun að bögga Sóla? Já, þetta var að bögga hann þannig að hann var bara, hvað er þetta? Skilur, hvað er eitthvað rugl? Eða, hvað ertu að pæla, hvað ertu að tala um? Skilur, þetta var ekki að bögga hann beint, en hann kom svona inn á þetta. Viku eftir, ákomið trailers. Heill trailers, sem Egill búin að taka upp, sem bara Sóla Hólm og hversu graður hann er. Og ef hann ef hann mjög graður, þá eru helgin geggjuð hjá fólki. Ef hann ekkert graður, þá eru helgin bara mjög vond og þá ættir ekki að vera ferðast eða neitt, þá ættir bara að vera heima helst. Það snýst þessi dagskráliður. Og því meira sem Sóli greiði streitist á móti þessu, því stærri verður dagskráliður. Já, það er svolítið þannig. Og hann hefur ekki svarað núna, hann hefur ekki svarað í 2 vikur. Það er alltaf reynd, hann reynir alltaf að ringja hann í hverju þætti. Og ég að gera honum óleik með því að tala þetta hér? Nei, ég held ekki. Stækkaði þetta ennþá meira? Nei, mér finnst nú líklegt að þetta fara að vera dautt. Ég meina, hvað ætlar hann að halda áfram með þetta lengi? Þú veist, þetta þarf einhvern tímann að deyja. Það er rétt. Það er ekki að halda endalaust á. Nei, en svo er þetta líka í Einarsson, þannig að þetta geti alveg verið þetta í bara alveg mánuð eftir að 2. Maður veit ekki neitt. Já, þetta þarf að verða súrt til sann hætti þessu. Já, þetta þarf að vera það. Það er svoleiðis. Já. Vá. En þetta er það skemmtilegast sem hún gerir, segir ég. Já, þetta er ógeðslega gaman. Mér finnst þetta bara alveg æðislegt, sko. Að vera, mér finnst útvarpið vera svo mikið frelsi, sko. Þú veist, þetta er svona, færðu bara, þetta er svona tíminn minn, ég líti ekki á þessu vinnu, sko. Ég fæ bara svona útrás. Já, einmitt. Ég bara fæ að fara og ég bara fæ að vera bara, þú veist, það er allt hægt í útvarpi. Já. Þú veist, þú getur ekki gert allt í bíói, sko. Nei, það er flóknara. Það er miklu flóknara. Þannig að þú getur bara gert allt og þú veist, þetta er einhvern veginn bara svona, mér finnst þetta bara ógeðslega gaman, sko. Útvarp er ógeðslega þægilegu miðill. Ógeðslega þægilegu miðill og þetta er bara, við náttúrulega erum búin að vera, þátturinn er, sko, ég er búin að vera í honum í, veist, að vera 8 ára eða eitthvað, sko. Þú veist, og hann var búin að vera í 2-3 ára en ég kom í hann, sko. Þannig að þetta er, þú veist, þetta er 10 ára, ég held þetta sé að vera 10 ára gamall þáttur. Já. Ef ég man rétt. Ég held að það sé 10 ára. Það getur passað. Og þannig að og alltaf ég gaman, sem er bara merkilegt, sko. Það er eitt sem ég ætlaði að spyrja út í tölvuleikina. Ertu að stríma þessu líka? Já, ég var að gera það á COVID times, núna, fyrstu, bara páskana. Nú er ég að setja mig inn í hennan heim, ég þekki ekkert hvernig það virkar. Nei, ég var bara heima hjá mér, ég fann bara PlayStation kameru, bara svona, sem er mjög léleg, þú veist, þetta er ekki gott streymi, þú veist, ekki tæknilega gott, sko. Nei. Og ég bara stilti henni upp og ég fór bara og sagði bara, ég ætla að stríma í kvöld og ég var að drekka rauðvin, þannig að ég skýrði strímið rauðvin og klakkar. Ok. Því ég sitt svona klakkun rauðvinni. Það er ekki vinsælt, sko. Hvaða tricks er það? Það er í rauninni ekki trikk, sko. Ég vil alltaf að rauðvin sé svona, að má ekki verða of kalt, sko. Já, ég veit það. Og ég er bara búin að fá mikinn skít fyrir þetta. Já, ég þarf bara, þú veist, ég þarf bara að vera stoltur af mínu drikk. Já, reyndar, óna þetta. Já, og ég bara byrja að streyma þessu með félögum mínum. Ég er að streyma með honum Óla Jó, sem það þarf nú ekkert að kynna hann, elsta nörd landsins, Game Tvímaður. Svo er ég að spila með Digital Curse, sem er sköllóttur frá Sauðárkróki, alveg brjálaður, mjög skemmtilegur. Og hún er Petri, MV Pete, sem er starfsmaður á Freyju.
Þetta er mjög random hópur. Ég er búin að spila með þessum mönnum bara í mörg ár. Og hvernig virkar þetta þegar það eru svona margir að streyma? Já, og svo bara ítti ég bara, við bara streymum og það var bara ógeðslega mikið að liði, mér finnst þetta ógeðslega gaman. Þetta var að gegja, þetta var bara live, þú ert að tala við alla, þú veist, þú getur bara, þú getur tala við mig, bara beint, þú veist, þannig að þú ert bara með, þú ert algjörlega bara, bara með direkt samband við áhorfendur og ert að streyma og svo þetta bara, enginn að horfa á okkur að þegar við erum eitthvað slag góðir, okkur fer enda smá fram, en við erum bara, þú veist, aðalega bara eitthvað starf fél okkur og reyna að vera ekki í vesinni, í byssuleik, sko, og svo og svo bara, þetta var bara ógeðslega skemmtilegt og ég gerði þetta bara, reglulega, og það er kannski gaman að segja frá því, kannski bara svona revílaði hér í fyrst skipti, ég er að fara að vera með þetta núna vikulega. Já. Ég ætla bara að þetta verður bara þáttur, sem við ætlum að vera með bara á Twitch, Vísi og e-sport og við ætlum bara að vera með Rauðvin og Klaka vikulega og sinna nördum þjóðarinnar. Þetta er örgilegt að ná að því þú er áður eins og þegar þú fórst á YouTube, þú er áður verið svona aðeins á undan svona því Íslandi stundum aðeins eftir á en það er bara hellingur að liða út í heimi sem er að gera svaka gott mót með þessu. Þetta er náttúrulega hjúts þar sko. Hjúts. Já, algjörlega. En ég er ekkert að pæli því. Nei. Þú veist, því að það er ákveðin hópur sem er náttúrulega fílar tölvuleiki og hefur gaman að horfa á þetta og mér finnst ógeðslega gaman líka bara að geta spjallað og allt þetta við fólk og svona þannig að ég var mjög sátt og svo náttúrulega verið bara geggjað ef fólk verið að koma inn að þetta snýst ekkert bara leiki sem þú ert að spila. Nei. Það snýst náttúrulega bara að þú bara að horfa á 4 hálfleik að detta í það. Þú veist, ég er að drekka rauðvín, þetta heitir Rauðvin og Klaka og ég drekk rauðvín á minni spila. Og þú veist, og eitt eins og nú páskana maður, það var algjör skita, það var eitthvað vesen á leiknum, ég komst ekki online, ég náði ekki að streyma og það var fólk mætt, sko, hvað er streymið og mætt inn í lobbyið, sko og ég eitthvað að skrifa, sorry maður, ég er bara að komast inn maður, ég er bara að gefa mig séns maður og svona, ég var ekkert að pæla í þessu svo bara leið tíminn og eitthvað og ég var bara að drekka rauðvín og spjalla við strákan í headsetinu, þeir komist inn ég var alltaf að reyna að komast inn sjálfur og ég var alveg að búið með flöskuna, sko og svo bara virkar þetta ég bara, fokk þetta virkar, strákar á ég ekki bara henda okkur online, búið með heila rauðvín og klukkan var bara svona 1 og ég geri það og það var fullt af fólki ennþá að bíða og til ég að horfa á þetta og mér fannst það svo beautiful, sko, það var svo geggja, það var ekki ógslamargir en fyrir þá sem voru þarna mér fannst það, og þetta var skemmtilegasta streymi, sko, ég maður endur ekkert eftir öllu en þetta var skemmtilegasta streymi, sko. En þetta er svolítið þegar þú gerir eitthvað svona og þú ert bara að gera það því þið finnst það gaman. Það er góða forsendur. Já, og þetta er svolítið það. Og ég svolítið svona bað þetta. Þú veist, ég fór fund upp á Stöð 2 og ég bara, má ég gera þetta? Þetta er bara fyrir mig. Þú veist, ég þarf, þú veist, ég ger allt hitt, en má ég gera þetta líka? Já, og þeir eru satt já bara? Já, þeir eru bara já. Æðislegt. Hvað svona við erum daldið vel á veg komnir. Já, hvað eru búin að vera lengi? Það er 1,5 kannski. Já, hvað er það of lengi, eða? Nei, það er mjög flott. Það er mjög flott. Já. Maður gæti verið bara endalaust. Ekki? Það er svolítið henni. Nú getum við lagt okkur, við erum báðir svolítið þreyttir, langur dagur. Ógeðslega þreyttir, sko. Langur dagur á köllunum með þér. Þú ert svona, ég er búin að vera langi dagur á með þér, en ég hef alveg heyrt á þér að það eru langi dagur á þér líka. Já, þú veist, það er, svo fer maður heim og það er svona, sko, það fyrsta sem ég gerði ekki heim, það náttúrulega er að leysa af. Þá er náttúrulega konan búin að vera heima. Já, þannig að ég náttúrulega fæ bæði börnin bara hérna. En ég fæ frí bara, þú veist, ég fæ frí 10, sko. Ég skil. Þá þarf ég kannski aðeins að lauma mér inn. Já, aðeins að taka nokkuð kills. Nákvæmlega. En svona í lokin, nema, er eitthvað meira sem þið langar að tala um? Nei, ég held ekki. Eða þú veist, nei. Góður. Ég er bara góður. Já. Ég langaði svona að því mér finnst það svo skemmtilegt þetta sem ég sagði á hann með hérna Latta og Ómar Ragnarsson og Hemma Gunn. Hvar sérðu, sko, því þú svona, þetta er búið að vera svolítið tilvíðanakennt, svona, hvar sérðu þið núna, hvað finnst þið skemmtilegast af öllu þessu sem þú ert búin að vera að gera? Sko, núna, þú veist, núna er ég spenntastu bara fyrir þessu sem ég var að segja frá, bara fyrir að spila töluleiki live og með fólki. Ég er bara hefi spenntur fyrir því að það er svo nýtt fyrir mér. En ég veit eiginlega ekki alveg hvar ég, þú veist, leið mig fara að leiðast eitthvað, þá held ég að ég muni bara hætta því. Já. Ég er ekki að fara að hanga á því, sko. Nei. Ég er ekki þar. Það er gott. Þannig að mér langar að leika meira smá drama. Við vorum að gera Eurogarðin, ég er ógeðslega ánægð með seríuna. Hún er ógeðslega góð. Ég bara hlakka til að sýna fólki hana. Og þannig að mér langar að byrja að skrifa aðra seríu að því.
Hvernig að skrifa? Finnst það gaman? Já, mér finnst það ógeðslega gaman. Okay. Mér finnst það alveg geggja, sko. Og mér finnst þetta að hendur þetta að tekur nokkara mánuði að skrifa og þá ertu farin að vera þreyttur á því og vilt fara út að leika, þannig að það bara hendur, þú veist, þá breytist það líka alveg og ég er miklu meira heima þegar ég er að skrifa og svona, þú veist, þá get ég verið komin heim bara fyrir kvöldmat og ekkert vesen. Já. Þú veist, það er oft svona, já, þetta er ekki beint svona, þetta er ekki 9-5 sem maður í. Þetta líf er þessi þegar þú ringdir í mig að þú varst að kominga og sagðir að þú væri með ADHD. Já. Það er svolítið típist fyrir svona þannig fólk að maður fær fljótt leið, þannig að maður verður að vera í dálítið mörgu. Já. Svo maður fá ekki leið á því, sko. Algjörlega. Og það er að skemmtilega við það, þú veist, að ég náttúrulega bara vinn upp á Stöð 2. Og það er nákvæmlega það sem ég fæ eiginlega að gera. Þú veist, ég fæ bara að tala við, þú veist, ég tala bara við mína yfirmenn og segi bara, mér langar ógeðslega mikið að gera þetta og þú veist, ég er ekki settur í neitt. Okay. Af því að það er heldur ekki gott fyrir neitt. Það er ekki gott fyrir prógramið og það er ekki gott fyrir eiginlega neitt, sko. Nei. En þannig að ég frekar bara, þú veist, ég er með ógeðslega mikið af stöffi sem ég langar að gera og svo er bara hægt að fara niður listan. Og þannig að maður er alltaf að gera eitthvað sem manni langar að vera að gera og þá er maður líka bara all in, maður er með ógeðslega mikið metnað í því og við erum allir, þú veist, og ég er náttúrulega að vinna mjög mikið með Audda, þú veist, hann er líka upp á Stöð 2 og hann er ógeðslega metnaðarfullu líka. Já, ég sé það. Já, þannig að það er ógeðslega... Það fá hann einhvern veginn í viðtal. Já, þú ert að gera það. Já. Og það er ógeðslega gaman að vera með, þú veist, það er ógeðslega gaman, við gerum mjög mikið saman og það væri ógeðslega leiðilegt að vera að gera með einhverju sem er ekki með sama metnað. Nákvæmlega. Þannig að við erum bara með ógeðslega mikið metnað og við vitum bara, þú veist, ef ég er latur á morgun þá þarf ég bara að vinna tvöfalt daginn eftir. Þú veist, þú þarft alveg, þetta er ógeðslega mikill ægi. Einmitt. Þú veist, af því að þetta er þannig eins og þú þekkir bara, þetta er svona, þú veist, ef þú ert eitthvað slugsa, þá færðu það bara í hausinn. Það gerist ekki sjálft. Það gerist ekki sjálft, sko. Nei. Þú veist, ef þú ert að skrifa ykkur seríu og skrifar ógeðslega lítið á dag og ert bara búin að vera latur í eina viku, þá veistu bara, ok, fuck it, ég þarf að taka helgina, skilur, og bara vinna þetta upp og bara... Þannig að maður þarf alveg að vera með smá aga. Já. Er það ekki góð lokaorð? Ef við erum latir í dag, þá þurfum við að vinna tvöfalt á morgun. Jú, og ég þarf að vinna tvöfalt á morgun, sko. Ég var latur í dag. Þú erum að fara að leggja það eins. Já, ég ætla að gera það. Heyrðu, bara dásanlega að fá þig. Já, takk fyrir að hafa mig. Þetta var ógeðslega gaman. Já. Æði. Bara geggja. Takk fyrir mig. Takk. Glemdum að tala um Bjögga. Ég var að taka. Já, bara tökum það. Já, það var ekki náttúrulega, ok. Já, byrju, ég er að hugsa hvort það hafi verið hérna... Tökum bara smá. Já, við tökum þetta alltaf, við spilum þetta bara eftir kunni, sko. Já. Það er ennþá kveikt. Þannig við segjum bara, heyrðu, við erum sestir hérna aftur. Við föttum þegar við vorum staðnir upp að við glimtum að tala um eitt. Af því að mér langar þetta aldrei mikið að fá Björgólf Thor inn í stólinn. Já. Hann er eiginlega svo sem ég langar mest að fá. Já, þið langar að fá hann. Hann hefur ekki komið í almennilegt viðtal á Íslandi síðan 2009. Nei. Þannig að ég var svolítið hissa á, sko, hvernig þú fórst að ná honum í... Já, það hafa mjög margir spurt mig út í þetta. Hvernig, það var fyrir, Góði landsmenn, seríuna, sem vorum að tala um aðan. Að, það var sem sagt, í seríunni, þá er það þannig að, þú veist að, típan sem ég er að leika, hún er hann er alveg komin í þrot, hann verður að fá pening og það kom engin annað til greina en að fá Bjögga, af því að það er svo, þú veist, það er bara, þetta er svo yfirkerð sería, hún er alveg gjörsamlega, hún er svo yfirkerð og það er engin, þú veist, sem jafnast, ég meina, jú, það er að fara kannski, þú veist, eitthvað útgerða fólk, það er ekki, þetta er öðruvísi, það varð að vera Bjöggi og ég byrjaði að, þetta er þannig, ég byrjaði að heyra í aðstoðarmannskja hans og ég segi söguna og þetta er ógeðslega erfitt pits. Þetta er erfasta pits í heimi. Já, ég er að leika gæja sem er að fara að gera bíómynd fyrir, sko, fyrir aukaleikar á Íslandi og hann er í algjöru vesinni og svo þegar hann að koma, sko, fer hann til Bjögga og ætlar að fara að biðja um peninginn. En hann gleymir því, sko, hann biður aldrei um peningin, hann fer bara aftur heim, hann var svo gaman hjá þeim og svo fer hann hérna og hún var, þetta er svo ógeðslega erfitt útskýrta, þetta er svo crazy sögurþráður að hún náttúrulega skildi ekkert í þessum maður og það bara, já, kannski og svo fengum við svona, já, þetta gæti alveg verið og svona og við vorum bara, já, vorum aldrei búin að tala við Bjögga svo fáum við nei og ég er ekki sáttu við það, sko. Ég þurfti að fá að heyri í Bjögga
og hann að ég, sem sagt, ég þekki litla frændans okay. Og ég heyri honum og hann segir mér að Bjöggi sé að koma til Íslands og ég spyr hvort hann geti græði fund og það fer í gegn samt erfileikum sko það er náttúrulega maus, þú veist hann þarf ekki að vera stand í þessu þú veist, og bara hún nennir þessu örugglega ekkert, skilur bara eitthvað vesen algjört maus, auka vesen en hann samt vissi alveg hver ég var og var, þú veist, og ég held að hann hafa alveg treyst þessu, þú veist, að ég hafi bara viljað fara að gera skemmtilegt og eitthvað rugl og hann hafi bara, þetta verði bara að vera hann því að hann passi inn í þetta og svona og hann græjaði 3 mínútna langan fund sem var heima hjá Bjögga hérna við tjörnina og sá fundur varð 1,5 klukktími við bara settust niður ég, Björgólfur og Gaukur Úlfars settust bara stólar settir í hring inn í stofu og við fórum bara yfir stöðuna og vorum að spjalla hitt og þetta og ég næja útskýra þetta mjög vel fyrir hún þar og þá var hann game og planið var að við færum til London að skjóta þetta hjá honum það var bara, við fundum bara tíma og við komum og við náðum að fengum 2 tíma sem sagt á, þetta var 2 tímar á laugardeginum og 2 tímar á sunnudeginum eitthvað því hann var mjög busy þarna en náði að tróða okkur inn Þetta var helgi Þetta var helgi Þannig að þið hefði ekki farið þarna á Nei, fyrirgefðu, þetta var ekkert helgi, þetta var bara virkur degi og hann náði að tróða okkur inn þarna, þetta var eini möguleikin og við tókum því og þetta var líka ógeðslega þælda því að sko Kristín Kornas hún náttúrulega hefur verið í þessum bransa Hún var aðstofað framleiðandi bíómyndinni minni Nú það? Já, hún veit alveg nákvæmlega út af hvað það gengur og þetta var eiginlega bara geðvitt hún var að keyra, sko, þetta var náttúrulega líka svo við vorum bara þetta var fámennt gengi, fórum bara 3 út þannig að þú veist, við vorum að hlaupa hjólum í einni og þá var hún að keyra bílinn þeirra og kamerugæðin satt í skottinu og við vorum út á götu og hlaupa hjólum Hafði hann ekki bara drullu gaman að þessu? Jó, ég held hann hafi bara haft mjög gaman að þessu og ég held hann hafi bara, þú veist, algjörlega, þetta er náttúrulega allt annað og svo bara, þú veist, fóru heim til hans og fengum aðeins að borða og fengum okkur bjór og fórum á eitt pub Þið fóruð á hjólið með honum? Já, fórum á hjólið og hann var að sína mér svona hverju, þú veist, hérna býr Edsjeran og hérna býr Hessi, algjör drugl, sko. Ég hef bara hitt hann á skrifstofuna, ég hef aldrei, hvar býr hann í London? Er hann í Chelsea? Nei, hann hvað heitir, bara, þú veist, sem þú sér oft í kvikmyndunum, þetta hverfi Notting Hill eða Kensington eða Já, það er ekki þar, já. En já, bara, og þetta, þú veist, og var bara ógeðslega gaman og hann hafði bara mjög gaman að þessu og við líka náttúrulega og þú veist, ég held líka, þú veist, það er náttúrulega allir sem að syngja hann og þú veist, það er alltaf eitthvað svona, þú veist, ég held að við engi hringt í hann bara, heyrðu, ég er að spá nefnir að koma með mig bara á mótuhjólið og hlaupahjólið og borða einhvern ís og þetta er grínserja þetta er bara öðruvísi og það er örugglega bara alveg eins fyrir hann eins og okkur að gaman að gera eitthvað nýtt ég veit að maður og bara hann var bara klár og sonur hans leik líka í þáttunum og þetta var bara geggjað sko mjög skemmtilegt Þá er þessi saga komin Þá er þessi saga komin. Þá er að segja aftur, takk fyrir komuna. Heiður að fá því í þáttinn. Það var eins svona lítil aukasaga, þetta var svona alveg fyrir þig. Þú vildi vita þetta. Já, ég vildi vita þetta. Já, en þú veist, ég bara, þú bjallar bara á hann. Farið hann í stólinn. Hann mun koma. Hann kemur alveg hinga. Já, hann er alveg til í það. Já, 100%. Farið yfir þessar móturhjólaferðir og svona. Já, ég segi það. Það er fett. Takk fyrir komuna. Takk sem leis.